Já, komið sæl. Sýnir Egils mættir á þessu sunnudegi sem öllum öðrum. Hér á eftir ætlum við að ræða NATO, öryggismál Íslands og Evrópu og til okkar koma Davíð Stefánsson, formaður Varbergs og Stefán Pálsson, sagnfræðingur og herstöðu andstæðingur, bara mótið her, hver sem hann er. En í vettvang dagsins eru komið til okkar Sigríður Mógensen frá Samtökum iðnaðarins, Guðrún Jónsson frá Háskólanum á Bifröst og Sigríður Dögg Auðunsdóttir, formaður Blaðamannafélags Íslands. Verið velkomnar. Takk fyrir. Hvað ef við lítum á það sem er helst í fréttu vikuna, þá svona sem fjölmiðlamaður, Sigga, mér finnst það er eiginlega svolítið stórt mál, það er stórt mál. Já, þetta eru ekki góða fréttir. Einhver svartur föstudagur í gær, það ekki. Og þetta er svolítið þannig, þó þetta hljómi kannski ekkit bráðlega stórt að sjónvarpsstöð sé að hætta með sjónvarpsfréttir helgar og ætlar að bæta í á vefnum og bylginu, þá er þetta samt bara einhvern veginn enn eitt áfallið. Það að við skulum ekki geta haldið úti sómasamlegum sjónvarpsfréttum á fleiri en einni stöð er bara óásættanlegt fyrir þetta samfélag. Og fólk talar að línuleg dagskrá sé að hverfa og fólk getur nú náði fréttirnar á netinu og allt þetta, en það er samt áfall einhvern veginn að missa þennan sjónvarpsfréttatímum helgar og bara svona staðfesting á því sem við höfum verið svolítið að halda fram að undanfarna ár og berast fyrir því að almenningur átti sig á því líka og kjörnir fulltrúar að bara umhverfið í fjölmiðlum núna, ekki bara á Íslandi, heldur bara allan heim, er svo breytt að á meðan við erum að sigla í gegnum þetta ástand sem ég vona innilega verði bara tímabundið á meðan fjölmiðlar og almenningur er að átta sig á því hvað þarf að gera til þess að styðja við fjölmiðlarna þannig geti orðið sjálfbærir. En á meðan þessu umbreytingatímabili stendur að þurfa að finna lausnir og ég hef nú séð svolítið umræðu um það hvort að þetta sé örugglega rétta leiðin til þess að bjarga rekstri Sýnar að segja upp 4 starfsmönnum á gólfinu og fréttastofunni og það sé kannski stóra púsliðin í myndinu og fólk efast einhvern veginn það, en það er ekki okkar sem að berjast fyrir frjálsri fjölmiðlum og blaðamennsku að dæma. Við verðum bara að treysta því að fólki í brúnni sé að reka fyrirtækin sín af heilindum og taka ákvarðanir sem eru bestar hverju sinni fyrir fyrirtækin. Og ég trúi ekki öðru en að stjórnendur Sýnar átti sig á því hversu dýrmætt fjörrek þeir eru með í höndunum með þessa fréttastofu sem er bara búin að vera starfandi í 40 ár og bara svona hluti af þjóðasálinni. Þannig að mér finnst þetta bara mjög erfitt og sorglegt. Að þetta skrifður að sé bara upphafið að... Já, segja það, bara berum orðum og svona ég óttast það svo sem að þessi stjórnendur, núverandi stjórnendur beri kannski ekkit alveg eins mikið skynbragð á það og margir sem hafa verið þar á undan þeim hversu mikilvæg þessi stofnun er, fréttastöðar 2 við Íslands bylgjunar sem heitir núna fréttastofa Sýnar. Þannig að ég vona bara að ég heyrði nú á fólki sem var svo brjálað í gær að það ætla að segja upp Sýn. Þannig að kannski kemur þetta bara í baki á þeim, kannski bakkaðu með þetta sem ég vona öllu hjarta, en ég bara kalla óskafti því að almenningur bara láti sér heyra og bara stígu fram og kalli eftir samstöðu í samfélaginu um það að við áttum okkur öll á mikilvægi fjölmiðla og stöndum við baki á þeim. Smári, þú hefur verið að skrifa það að það geti ekki verið að fréttastofan sé rekið við tapi. Geti ekki verið? Nei, þessi tími... Fréttatíminn er búin að vera rekið með tapi frá upphafi. Nú, ég viðskilið skrifið. Já, þetta byrjaði, það er náttúrulega seinni hluti í síðustu aldar að þá voru dæmi það að einkafyrirtæki var að reka almenningsþjónustu.
eins og stóru dagblöðin okkar fleira. Það var vegna þess að það var svona einokun á dreifingu, bæði í útvarpi og sjónvarpi í analógnum. Það var bara takmörku burðargeta í loftinu, en það breytist með digital dreifingu. En dagblöðin voru svona líka, vegna þess að það svona í eðli dagblaða að það verður yfirleitt bara eitt stórt blað á hverju svæði. Aftenpostin í Noregi, Vostopost í Washington og þar þið þekkið þetta bara. Og þetta gaf fyrirtækjunum mikla tekjur og þau gátu veitt almanna þjónustu og þetta businessmodel hélt. Þetta brost síðan á svona síðustu aldar og endanlega hruni núna. Ástæðan fyrir því að Fréttastofa Stöð 2 var til að það var byggt á það kallað Canal Plus módelið. Það hefur verið áskriftarstöð sem hefur opin glugga. Rekur þar fréttir og svona current affairs sem þetta kallað, sem hefur einn almennasta áhuga út í samfélagið til þess að draga fólk að áskrift. Þetta er kynningagluggi og þú getur náttúrulega aflað einhverja auglýsingatekna frá öðrum þarna inni en aldrei til þess að standa undir fréttastofu því það þekkist hvergi í heiminum að það er að reka fréttastofu fyrir auglýsingatekjur. Í samkeppni, það bara hvergi verið. Þannig að Stöð 2 mat þetta þannig að það var hægt að reka þetta með tapi, en tapi var náttúrulega bara fjárfesting til þess að hafa aðgengi að áhorfendum til þess að selja þeim áskrift. Ég stýrði þessu fyrirtæki 2005 og 2006 og ég fór þá og skoðaði langa tíma, ég held ég að verið aftur fyrir 1990 og meðtali var þetta rekið þá með 200 milljón króna tapi sem eru svona 500 milljón króna tapi í ár. Á verðlagi dagsins. Það er engin veginn að réttlæta það á þeim tíma og allan hennan tíma vegna þess að þetta er svona, ég reiknaði þetta að vera svona svipað og að kaupa auglýsingar á RÚV fyrir 2,5 mínútu sem kostnaður við þetta, sem er tapið og við vorum með 56.000 áskrifendur manni að slá upp í eitt hausti þegar vorum að safna áskrifendum og það á núvirði er það svona 1100 milljónir þannig að og 42 milljónir væri þá tapið á dag og á mánuði á fréttastofunni og það er bara 3,1% markaðskostnaður miðað við væntar tekjur. Bara þetta var businessmódelið. Síðan gerist það að bæði það að fréttir hafi ekki þetta sama aðdráttarafl. Þarna var áhorfið á fréttina 34%, nú er það 17%. Þannig að fjárfestingin verður ekki eins góð og svo náttúrulega Sýn núna búið að yfirgefa það að vera að selja áskriftir miklu meira heldur en áður var. Bæði í fjölda og í upphæð og í vörupökkum. Nú eru þeir bara í öðru. Þannig að það er erfitt kannski að sjá fyrir að Sýn haldi út í fréttastofu bara til þess að haldi út í eigin kynningarefni. Þannig að business model hefur bara breyst og það er engin leið á því að ríki renni sér inn til þess að laga eitthvað business model sem að raunverulega eigendurnir hafa yfirgefið. Núna segja þeir að alltaf reka þetta þannig að fréttastofu verður að lifa á þeim tekjum sem þeir afla inn í þennan glugga og það er ekki nokkuð séns. Ég held að eftir jólavertíðina þá lokir þessu bara. Miðað við það sem er að segja núna því það er ekki nema að verði sett lög á Alþingi stötu fyrir jól að fréttastofa Stöð 2 fái 500 milljónir frá ríkinu eða eitthvað til þess að halda út í fréttastofun eins og við munum eftir henni fyrir 20 árum, hún er náttúrulega miklu veikari núna. Þannig að þetta er bara ákvörðun, bæði er þetta bara breytingar sem eru óhjákvæmilegar og þá verður við bara að finna einhverja aðra tegund af fjölmiðlum. Það er ekki þar með að við getum verið að láta ríkið laga föllin business model. Það er bara að vera vitlaust sem við gera. Það er bara að kasta peningum og nýta það mjög illa. Þannig að við erum að bara búa til hvernig ætlum við að hafa almenna umræðu eins og við erum hér og fréttir í samfélaginu í dag. Þórhallur Gunnarsson sem hefur nú verið þarna lengi innsti koppur í búri þannig til fyrir nokkrum, bara 2 árum held ég hætti. Hann var nú að segja það á Facebook í gær og fyrradag að hann var algjörlega ósammála einmitt bara því sem þú ert að segja og líka það sem stjórnendur að segja að fréttastofan sé ekki sjálfbær. Hann vil meina það að hún sé það og væri vel hægt að reka þessa fréttastofu í plús. Og það er bara að ráða hann. Já, en það væri bara svo áhugavert að sjá þessar tölur bara fyrir fólk sem er að fjalla þessi mál, að sjá, er þetta strípaður kostnaður við fréttastofunni í heild sinni, hver er kostnaðurinn og hver var miðað við til að mynda
hver hann var. Já, en þetta hann við séum bara að horfa á annars eða sko eitt dagblað og einu sjónvarpsstöð? Nei, ég held að menn þurfa að horfa, ég tek nú undir það sem að Gunnar Smári að segja, sko, þetta viðskiptalíkan sem að virðist ekki vera að ganga upp í dag með við samkeppnina hvernig hún er og ég held að þau að sko ráðast frekar rót vandans og hugsa kerfið í heild sinni, sérstaklega ef að stjórnvöld ætla að koma að því máli. Ég meina, ég kalla bara eftir því að akkur ekki Evrópusambandið komið með sko Eurobook í staðin fyrir Facebook. Við erum bara að leggja í hendurnar sko framtíð lýðræðis og allt þetta stóra sem við byggjum líf okkur á í hendurnar á örfáum einstaklingum sem að ráða í rauninni ríkjum á þessum markaði núna. Og það eru þessi streymisveitur eða hvað skal segja hérna social media eða félagsnetin sko og bara út frá í öryggiskyni bæði að reyna að halda úti þá Icebook eða Eurobook sem að getur þá með réttu sko innheimt skatta eins og eðlilegt er og jafna stöðuna þannig. Já. Sigríður. Já, þetta mál stendur mér nú alveg nokkuð nærri. Sýn er félagsmaður Samtaka iðnaðarins og ég starfaði þarna á fréttastofu Stöð 2 því ég var aðeins yngri en ég er í dag, nokkur ára skeið og þykir rosalega vænt fréttastofu Stöð 2, Sýnar. Og margir sem nokkrir af þeir sem eru þarna ennþá voru mínir samstarfsfélagar og ég man líka bara svona að því að þetta snerti tilfinningar okkar held ég flestra. Það er bara fréttastofa RÚV og fréttastofa Stöð 2 bara frá því í æsku að þetta voru svona fastagestir inn á heimilinu, Kristján Már Einarsson og Haukur Hólm og Edda Andrésdóttir, Logi Bergmann og ég man þegar ég byrjaði þarna fyrsta dæminn þá var ég svona hálf starstruck og mjög feimin að því ég var einhvern veginn að hitta allar stjörnurnar mínar úr æsku því ég fylgdist mikið með fréttum því ég var ung líka. Þannig að þetta snertir svona ákveðna taugar hjá mér en fyrir utan það og ég held að reyndar að sko og bera sjálfsögðu fullt traust í stjórnenda félagsins og þeir auðvitað bara taka mjög erfiðar en líklega nauðsynlegar ákvarðanir. Ráðherra menningar, háskóla og nýsköpunar sem að Logi hefur boðað aðgerðir núna á næstu dögum sem skilst að fara inn í allan fyrir ríkisstjórn mögulega í næstu viku og við bindum auðvitað vonir við að það komi eitthvað almennilegt út úr því. Hins vegar þarf auðvitað að vera sjálfbært til lengri tíma og eins og Gunnar Smári bendir á að þá gengur ekki endilega að halda bara áfram einhverju ríkisstyrkja leið ef að sko kerfið sjálft er brotið og þar auðvitað verðum við að horfa á stöð RÚV. Það er algjörlega óumflýjanlegt að horfa á þá meðgjöf sem RÚV fær ofan að það að vera á virtu auglýsingamarkaði og í þessari samkeppni og við hljótum að þurfa eða ekki við, heldur bara pólitíkin, ráðherra og ríkisstjórnin hljóta þurfa að horfa á þennan markað í einhverju heildarsamhengi. Svo náttúrulega stuldur og efni eru þetta orðið mjög rótgróin inn í kerfinu. Svíjar og fleiri nágrannaríki okkar hafa farið ákveðnar leiðir í þeim efnum þó þú getur auðvitað aldrei komið algjörlega í veg fyrir það. En það auðvitað spila líka inn í við rekstur og sjónvarpsstöðvum og við höfum stutt til dæmis streymisveituskatt en auðvitað á hann að vera þá í þágu innlendrar framleiðslu á kostnað þá erlendrar og það er mál sem að til dæmis byrjar meðal annars hjá sambandi íslenskra kvikmyndaframleiðenda sem eiga mjög erfitt með að keppa við þessar streymisveitur og þessar innlendu framleiðendur. Þannig að það eru mjög mörg púsl í þessari stóru mynd. Ég held að meirihluti þjóðarinnar, þó við getum ekki talað fyrir hönd meirihluta þjóðarinnar en bara því að heyrið umræðina hérna og okkur eru öllum annt að það er mjög mikilvægt aðhald í því að vera með tvær öflugar sterkar fréttastofur í landinu, sjónvarpsfréttastofur og þetta er öðruvísi miðlun og efni heldur en podcast eða blöð og vefmiðlar og auðvitað vísir náttúrulega gríðarlega mikilvæg líka en ég man til dæmis í þegar ég var á sínum tíma rétt eftir bankahrunið að þá var aðhaldið og samkeppnin á milli RÚV og Stöð 2 skiptir rosalega miklu máli í umfjöllun helstu þjóðfélagsmál í erfiðum og flóknum málum sem þjóðin var að glíma við eftir hrun að þá var mikið aðhald á báða bóa og það var vegna samkeppninar á milli, þú veist, þið þekkið þetta, bara hver eru undan með skúbbið og hver eru öflugur í fréttastofa, þannig að þessi samkeppni skiptir líka máli fyrir bara lýðræðislega umræðu og svo framvegis. Þetta er svona mín 5 cent þetta. Það viljum bara ekki tala Nei, mér er bara svo áhugavert að umræðan stöðu fjölmiðla og stöðu einkarekinna miðla og bara stöðu fjölmiðla á Íslandi almennt skuli alltaf fara yfir í það að ræða RÚV og auglýsingamarkaði. Vegna þess að það er bara ég myndi setja það í svona 7. sæti þegar við teljum upp vandamálin sem íslenski fjölmiðlar er að glíma við og ég sé ekki alveg hvernig það að takmarka sölu RÚV og auglýsingamarkaði eigi að bjarga öðrum miðlum þegar við erum að horfa á
upphæðina sem að við erum að horfa eftir úr landi, við erum að tala um 15 milljarða á ári sem að fara til erlendra samfélagsmiðla og erlendra tæknirisa eins og Google og Facebook sem að voru inn í íslenska kerfinu bara fyrir örfáum árum. 15 milljarða, ímyndið ykkur hvað við getum gert mikið fyrir þann pening. Þannig það stóra máli sem að þarf að taka á núna. Ekki einhverjum 200-300 milljónir auglýsingu sem hægt að plokka af RÚV. Það þarf að byrja á því. Við þurfum að innheimta virðisaukaskatt af þessum auglýsingum sem verið að selja hér á landi. Það þarf að láta þær tekjur, það eru bara 4-5 milljarðar sem að þarna þetta ná í mjög auðveldlega, þú veist þetta ekki auðveldlega en eðlilega og við höfum heimild til þess. Svo eru leiðir eins og Austurríkismenn hafa sett 5% digitalskatt á alla stafræna miðla, samfélagsmiðlana líka sem að renna inn í pott eins og pottur sem við þekkjum til styrktar einkareknum miðlum og þetta eru gríðarlegar upphæðir. Í RÚV að segja auglýsingar fyrir 2,5 milljarða ári eitthvað svo liðs og sko allir sem að þekkja til vita það að auglýsingar í sjónvarpi og útvarpi og RÚV ekki að fara að birtast á mbl.is. Þannig að þetta ekkert að fara að laga stöðu þessara miðla. Kannski gera það eitthvað fyrir sín og það verður bara frábært, en þetta ekki stóra máli. Nei, Guðrún, þú... Nei, ég held að sko, ég alveg sammála stöllum mínum að beggja vegna við mig að bæði samkeppnin mjög mikilvæg og að það sé skoðanaskipti heilbrigð í almennri umræðu og fjölmiðlum. En því miður þá bara erum við á svona sko umbreytingarskeiði núna á öllum vígstöðum eiginlega og þetta eitt af því sem hvað mikilvægast ef við viljum halda úti þeim vestrænum samfélögum eins og við þekkja þau. Þetta bara virkilega mikilvægt. Þetta sko þetta bara einn algjörlega hornsteinninn af því hvernig við rekum samfélög sem eru réttlát og sanngjörn. Þetta hryllingsmynd sko, ef það eitt dagblað og ein sjónvarpsstöð. En við megum líka ekki gleyma því, við erum að tala þessa ríkistyrkja, þeir segja eitthvað svo hræðilegir og ég skil ekki alveg hvaðan svo umræða kemur. Ég var nú ekki að segja það. Nei, ekki bara þú, heldur bara í samfélaginu, bara eins og það sé bara, þá sérstu búin að eignast umfjallunar eignast blaðamenn og öll hinn Norðurlöndin nema Finnland sem enda með óbúslega sterkan ríkismiðl og bara sterka fjölmiðla hafa bara, ég held 40-50 ára skeið verið með þetta kerfi við lýði hjá sér. Það sem að þau líta á styrki til einkarekinna fjölmiðla ekki sem rekstrastyrki til einkarekinna fjölmiðla fyrirtækja heldur lýðræðisstyrkur til borgara. Vegna þeir eru bara sammála stjórnmálafólkið og almenningur þverpólitísk og samfélagslega sátt mikilvægi fjölmiðla fyrir lýðræðislega umræðu og eftir að breytingarnar hófust í þetta tímabil sem að Smári var að vísa til hérna áðan þegar að auglýsingatekjur hættu að duga fyrir rekstri þegar bara löngu áður en það hófst áttuðu sig á því að það væri mjög eðlilegt rétt að styrkja miðla til þess að geta sinnt þessari lýðræðislegu umræðu og tryggja að fjölmiðlun sé fjölradda. Það sé ekki bara ein útvarpsstöð og eitt dagblað. Við þurfum margar raddir. Við þekkjum nú bara hér og það einn af ástæðunum fyrir því að þessi stöðir í loftinu þörf á því að fá fleiri raddir. Já, þú ert að tala samstöðuna. Já. En ég held að sko umræðan ríkisstyrkina, við höfum stutt það að sjálfsögðu heilt yfir. Ég held bara að það þarf að taka líka RÚV inn í þá mynd. Það kannski það sem ég var að benda. Ég hef ekki trúið því að þú bætir einkarekna miðla með því að veikja RÚV. Nei. Ég myndi í þessari svona hættu ástandi sem við erum núna, það er mjög varasamt að ætla að byrja á því að veikja RÚV. Því að við gætum bara mist eiginlega þannig við ættum eiginlega engan vettvang. Við höfum frekar að gera kröfu á RÚV standi sig, að þar sé svona einhver svona þjóðfundur sem reglulega, það sem mikilvæg mál eru tekin til umræðu og við erum upplýst RÚV verður að standa sína skyldu. Ég held að það sé ekki snjallt að byrja á því að brjóta hnésskilnanar á RÚV og svo allir að hlaupa
og ekki kemst í mark, sko. Sko, Blaðamannafélagið er alveg hlynnt því að taka RÚV á auglýsingamarkað og eina ástæðan fyrir því er svo við getum hætt að tala RÚV vegna þess að eyðileggur alla umræðu fjölmiðla á Íslandi. En þá þarf að bæta upp tekjutækið vegna þess að eins og þú ert að segja Smári, það bara má ekki veikja RÚV. En það er hins vegar margar leiðir sem er að fara til þess að RÚV getur orðið svona einhvers konar stofnun sem styður við einkarekna miðla. Norðmenn hafa farið þá leið frá því 2018 var sett inn lög hjá þeim ríkisútvarpið þeirra að NRK þeirra RÚV ætti að stuðla fjölbreytni í fjölmiðlum í Noregi. Og þau ákvaða að túlka það þannig að hlutverk NRK væri það að styðja við í rauninni bara starfsemi, ekki rekstur, heldur starfsemi einkarekinna miðla, sérstaklega út á landi með því að veita þeim ókeypis aðgang að öllu efni sem NRK býr til. Við eigum þetta efni, þetta er efni okkar þjóðarinnar, þannig að auðvitað eigum að miðla því í þágu okkar allra. Þeir veita aðgang að beinum útsendingum, endurgjaldslaust, auðvitað er þess getið hvaðan útsendingan er að koma. Þeir eru með námskeið fyrir blaðamenn á minni miðlum, þeir eru með taka þátt í rekstri og starfsemi svona fact-checking desk sem stærstu fjölmiðlarnir reka saman og þeir eru líka með svona rannsóknarblaðamennsku miðstöð, þar sem að þeirra öflugu reyndu rannsóknarblaðamenn taka á móti blaðamönnum og minni miðlum með stór mál sem þeir ráð kannski ekki við að vinna sjálfir og vinna þessi mál með þeim og halda námskeið í rannsóknarblaðamennsku og góðri blaðamennsku. Allt þetta gæti RÚV gert og miklu meira. Þetta er það sem við eigum að vera að tala þegar við ræðum RÚV en ekki hvernig við eigum að takmarka sölu auglýsinga. Það skiptir engu máli í stóra samhenginu. Fókus RÚV er reyndar aðeins svo mikið á auglýsingasölu. Ég var að tala Stöð 2 í gamla daga, þá var þið kannast við að vera búið til Idol eða eitthvað sem átt að draga alla inn. RÚV lætur svolítið svona með handboltamótin í janúar, með Eurovision og eitthvað svona stór viðburði, reyna að safna inn auglýsingatekjum, eins og sé að safna áskrifendum og eru með svona fókus eins og svona mjög kommersial stöð sem ég held að mætti alveg draga úr og taka aftur upp svona samfélagslega skildu að lýðræðislegt samfélag verður að hafa eitthvað svona, ég vil kalla þetta þjóðfutt, kannski hljóma leiðilega, en það sem að við getum verið að ræða mál, að greina þau, koma málum þar sem að við erum að horfa á vandan í samfélaginu í staðin fyrir eins og hefur verið tilneying í þessu fjölmiðlungari sem við lifum í núna, þar sem allt er orðið svo stutt að það verður alltaf að vera fölsk myndaði, við höfum raunverulega bara 2 kosti að velja, stundum er þetta kannski bara miðflokkurinn og samfylkingin eða þú veist, Evrópusambandið ekki, eins og við eigum ekkert að fá að í lýðræðislegu samfélagi að skoða á bakvið það, hver er staðan, hvernig á ég að taka afstöðu sem upplýstur borgar í þessu samfélagi hver afstæða mín er. Ég gera það ekki með því að hlusta og fólk neggja hvort á annað í einhverjum kappræðum alltaf. En sko, svo getum við bara eitt varandi þessa auglýsingasölu RÚV. Við getum líka bara algjörlega hugsa út fyrir kassan. Við getum hort á þessar auglýsingar sem að eru hérna í kerfinu á Íslandi. Eins og bara fiskin í sjónum. Þetta er bara auðlind sem að RÚV bara með staðsta íslenska togaran og bara veiði bara mest af þessu. En ef að hann hættir að veiða, þessi togari, og það er engir aðrir að fara að veiða þennan fisk, þá syndur hann bara út úr lögsögunni og eitthvað annað. En ef við ætlum að nýta þessu auðlind og virkja þennan togara áfram, akkur tökum við ekki bara tekjurnar sem RÚV selur af auglýsingum, fær af auglýsingum og deilum þeim niður á aðra miðla. Þá erum við ekki að láta þennan fisk þessa fisktorfi synda inn í einhverja en skattu keyptu togaran fullu. En ég grípa sko hérna í umræðan held ég sé mjög mikilvægt að reyna að fjarlæga okkur frá sko merkjum og nöfnum og horfa á kerfið í heild sinni og bara góð lýsing þarna með hérna auðlindina, mér finnst það mjög gott. Og í þessari hugsun þurfum við þá líka að spyrja ykkur sko, það er hérna ríkisstyrktum fjölmiðla fullu ásamt sko hérna tekjum frá einkaaðilum sem að auglýsa á miðlinum, en það þarf líka ef leið og ríkið kemur með styðning og styrk til einkaaðila, þá verður að gera kröfur og þá einkaaðila að þeir fari ákveðið með það fé.
og með ákveðnum hætti ekki hægt að styrkja sko hagsmunasamtök eða eina rödd í samfélaginu sem getur bara gagnrýnislaust sko haldið út í sínu mannflutningi á kostnað almennings. Það ekki í boði. Það samt gert, ríkið styrkir ýmis hagsmunasamtök. Bændasamtökin eru með blað. Það bara erfitt að sjá það í fréttaumfjöllun sko þegar maður fer bara yfir. Og kvótaeigendur eiga Moggann, ég held að viti það allir. Kvótaeigendur eiga Moggann, auðvugasta fólk á Íslandi og þeir fá 125 milljónir í fyrrhaldi. Já, það það sem ég svo sem að vísa til, en þetta bara, ég held að sé bara virkilega verðugt verkefni hérna framöndan sko og stjórnvöld verður þar að koma að með ákveðnum hætti. Má ég aðeins skjóta inn einu því að vera að tala Noreg. Fyrsta skipti sem ég heyrði af svona styrkjum og búin að vera í blaðamennsku lengi, það var í Noregi og þá var það þannig að til þess að vega upp á mótið sem var að lýsa áðan að það svona tilneyingi auglýsingamarkaði að sá stæðsti tekur eiginlega sko 80% og hinir lifa bara á mólum. Að þá styrkjakerfið þeirra var það að styrkja númer 2 og 3 á hverju markaði til þess að tryggja það séu margar raddir, ekki bara í sjálfu sér að sé ykkur fjölmiðlun, heldur verðum við að hafa, ef við trúum á breytt, opið, lýðræðislegt samfélag, valdrift, þar sem öll sjónarmið, þú veist, eru upp á borðinu, þá verðum við að tryggja það sé mjög mikil breytt í umfjöllunni. Þú veist, bara í Danmörku eru 120 frétta viku tímarit. Þannig að númer 2 og 3, við erum allir með númer 2 og 3, við erum eins og fá að miðla. Þannig að við getum ekki, konseptið og hugsjónin að styrkja númer 2 á þeim forsendum að númer 1 að skila hagnaði. Og við erum ekki þar, hvort sem það vegna þess að fyrirtækinu illa rekin, ég get ekki dæmt það, en bara vegna þess að markaðurinn svo ég verð að segja þetta því að það var verið að tala hérna Moggann og fleiri sem að náttúrulega nota svona stöðu sína til þess að ég held að borgi 1 milljón á dag með blaðinu sem að kemur náttúrulega inn í veltuna og svo borgar ríkið á móti þessu. Þannig að það svona hugmynd frá ríkinu að þeir verði bara að borga í takt við að hvernig markaðurinn gerir sem að stóru hluti eru auglýsendur, stóru hluti eru einhver svona sugar daddies sem að halda út í fjölmiðlunum. En ríki verður að stíga fram og segja hvernig viljum við hafa fjölmiðlana? Ekki það að segja við megum ekki hafa neina skoðun á því, við verðum bara að gera eins og markaðurinn. Það bara það sama og láta ríku kallana að fá allan peningin sko. Það það, svo eitt líka, þetta alltaf til eins ás í senn. Ekki lengur. Það var breytað í nú. Það því verið breytt núna. Já, þetta sem hann opinberar í vikunni sem að byrja. Öllu líkindum mun að breyta því. Já, það búið að gefa það út að það verður svona langtíma það verður að vera fyrirsjónleiki í þessu sko. Já, það ekki verið sko frá upphafi. Nei, einmitt. Það er fráleitt að þetta hafi verið notað sem eitthvað pólitískt bitbein á Alþingi í vor og bara skammarlegt. En mjög líklega verður þetta of lítið og seint sem að verður kynnt því miður. Man óttast það, en við skulum bara vera vongóð. Ég held að þetta maður reyna það. En pólitíkinni, hvað ef við fyrir bara úr þessu yfir í pólitíkina, hvað að gerast? Ég náttúrulega bara svo fixur á þessa fjölmiðla, þannig að ég bara mjög spennt að sjá hvað í þessum tillögum og hvernig sko hinir stjórnarflokkarnir bregðast við vegna þess að allan og svona samkvæmt mínum upplýsingum ekkert brjálæðislega mikill áhugi hjá öðrum flokkum með samfylkinginni þessari ríkisstjórn að gera eitthvað fyrir fjölmiðla, en ég neita að trúa því fyrir en ég sé það. Þannig ég ætla að gefa þeim það að njóta vafans þangað til annað kemur í ljós. Bara ég trúi því ekki. Stór máli í gangi. Það náttúrulega öryggismálin. NATO á miklu tíma mótu, við ræðum það á eftir. Evrópa komst á dagskrá og með miklu svona flugvellarsýningu. En ég held að þetta sé svona, við munum vera að ræða Evrópu næstu mánuði, eiginlega fram að þessari þjóðaratkvæðagreiðslu. Leikskólamálin finnst mér mjög spennandi, draga svona fram átök jafnvel innan eða í kringum kvennahreyfinguna og svona mið. Þannig mér finnst að sömuleyti vera mörg svona húsnæðismálin eru náttúrulega öllum orðið ljósa það húsnæðisstefna sem núna það dugar ekki einhverju plástrar til þess að laga þetta það þarf eitthvað, við verðum á húsnæðiskerfi sem að tryggir almenningi ódýrt og örugt húsnæði ekki, það er bara þriðjungur fólks sem þjáist út af göllum húsnæðiskerfisins Hvað heldur sem bara 130.000 manns, þetta helsta vandamáli í þeirra lífi húsnæðiskerfið. Og sama tíma eigum við sko bara ofgnótt af nýjum
íbúðum sem að fólk vil bara ekki kaupa. Það bara alltaf dýrar. Já. Vaxtastigið náttúrulega hluti af vandamálinu. Vaxtastigið hérna, hluti af Já, þessu en vandamáli, elli- bæði elli- hvað var það framkvæmdakostnað og líka kostnað á lánum fyrir fólk. Þannig að þetta ber alltaf saman brunni. Við erum getum þessuna í þessu samhengi líka rætt Evrópusambandi og hvað áhrif það myndi hafa bara bein áhrif á húsnæðismarkaðin vegna þess að bara fjármagnskostnaður myndi lækka. Já. En að við áttum að tala um hérna okri sem hefur verið, að því að lóðirnar skiptum eigendur og alltaf hækkatalan sem að íbúð kaupendunum þurfa svo að greiða. Elliði Vignisson hann skrifar og segir að sambærilegri íbúð í Þorlákshöfn og Reykjavík þá munar 34 milljónum. Og það er svolítið mikið spurningur. Er þetta vegna þess að lóðir skipta eigendur kannski til þess að Gamall frasi hjá fasteignabröskurum í Bandaríkjunum. Það er 3 atriði sem skipta máli varðandi fasteignir. Location, location, location. Kannski snýst þetta um það að fólk vil frekar búa í Reykjavík heldur en Þorlákshöfn. Já, við hjá samtökum iðnaðarins þó ég sé nú ekki með þennan málaflokk en við birtum greiningu núna í vikunni sem leið sem er að líða á sem sagt hækkun á gjöldum og gatnagerðargjöldum og fleiri sem að hækka kostnað við byggingu íbúða. Þannig að það getur líka verið ein af ástæðunum. Þannig að það er meira braska með lóðir á höfuðborgarsvæðinu heldur en við erum ekki með svona Heklureit og Höfða á Þorlákshöfn þar sem að fólk er búið að taka fleiri milljarða út í braskinu sem er leggst á íbúðunar. Já, ég held að það er fjölmargir þættir sem að koma þarna að, þú veist, það er bara gæði húsnæðis og hvað það staðsett, er það útsýni, ekki útsýni, hvað er þjónustæði kring og svo framvegis og svo bara launastig, þetta er helst í hendur líka og fjölmargir þættir sem koma þarna og þetta er ekki einfalt að ráðast á þetta og ég held að lengi hefur mann kannski beðið eftir því að það verði endurreisn á þessu félagslega kerfi af því við vitum auðvitað að fólk er ekki jafnt og hefur ekki nýtir ekki sömu tækifæra þannig að vissulega ef við viljum hafa þannig samfélag þá þurfum við að hugsa um það en hins vegar er þetta bara líka hluti af stærri þróun að húsnæði hefur orðið svona eignaflokkur í eignasöfnum bæði lífeyrissjóða og einstaklinga sem hafa þannig fjárráð og nágrann og það er svolítið þreytt umræða, ég skal ekki segja en þarna kemur þetta vaxtastigið, þetta held ég kannski hvað þyngst inn og kostnaðurinn við að byggja og fórnarkostnaðurinn að því að byggja húsnæði versus að gera eitthvað annað með fjármunina. Þeir hafa hins vegar skilað af sér mjög vel og kannski tengist það meiri sig að trausti og trúnaði fjárfesta á íslensku markaði bara hlutabréfamarkaðurinn hefur barist í bökkum og kannski eftir þetta fjármálaáfall sem við öll gengum í gegnum að þá er einhvern veginn traust og trúnaður gagnvart hlutabréfa og ég skil eiginlega ekki af hverju fleiri fyrirtæki fara á ekki á markað og sækja sér fjármagn, hugsanlega vegna þess að húsnæðis stabbinn hefur bara gefið vel af sér. Og nú er náttúrulega svolítið öldin önnur því að eftirspurnin hefur ekki látið bíða eftir sér þó svo framboðið sér til staðar og það er náttúrulega þetta að það eru lánaskilyrðin eru til staðar sem að Seðlabankinn setur og hann gerir það ekkert af einhverju illkvittni, hann gerir það til þess að verja fólk fyrir áföllum þegar lengra í lætur og koma í veg fyrir einhvers konar að fólk lendi undir vatninu í stærstu fjármögnun. Guðrún, hvað segir við þá sem að fá ekki greiðslumat vegna þess að bankinn kemst að því að þau geta ekki staðið undir 220.000 króna greiðslum að láni en þau eru að borga 370.000 krónur í húsaleigu og þeim finnst þetta kerfi óendanlega ósanngjarnt. Já, það má alveg setja það merkið á það hvort það er sanngjarnt eða ósanngjarnt. Staðan er hins vegar uppi núna með þessum hætti og oft hefur verið erfitt að kaupa húsnæði, það vitum við bæði í gegnum söguna Þetta tengist líka efni sem við kannski förum að tala um svo síðar í þættinum, það er atvinnustefna og við höfum lent í fjármálaáfalli, við höfum lent í heimsfaraldri og hann breytti bara í grundvallaratriðum samsetningu fólksins hér á landi og ég held að það hafi verið stórlega misráðið af stjórnvöldum á þeim tíma til dæmis að niðurgreiða uppsagnir á fólki í ferðaþjónustu. Það er að segja að það fólk sem var ófaglært því var sagt upp í faraldrinum með niðurgreiðslu frá ríkinu það átti að ráðstafa alltaf 24 milljörðum á þessum tíma í þetta
sem gera það verkum að fólki fann sér bara annan farveg, fór að vinna fyrir hið opinbera og í hérna á öldrunarheimilum og liðsinna sjúkum og veikum og börnum. Þannig að þegar faraldurinn fer svo, gengur svo sinn veg og farin, að þá náttúrulega fólk með fullar hendur fjár eftir að hafa ekki gert neitt í hátt í 2 ár tilbúið til þess að fara út og ferðast. Og það kemur í stórum hluta til Íslands vegna þess að Egyptaland og aðri staðir í heiminum eru viðsjárverðir, það verður svona stríð, þetta allt saman, þetta ekki sko, þetta maður verður að hugsa þetta svolítið í samhengi við umhverfið. Og núna náttúrulega bara þegar fyrsta staðan þessi, þá verður þetta að bregðast við henni. Og ég held að ríkisvaldið hefur allt til þess að gera það. Mér finnst það líka áhugaverðar tillögur sem hafa komið fram þar sem að byggingaraðilar eru að setja upp sjóði og nota sameignarformið til þess að létta þessum ákvæðum þannig að fólk þurfi ekki að leggja fram eigið fé og getur komið með leigugreiðslurnar bara inn í og greitt niður. En er þetta ekki eins og kúlulán? Er þetta ekki bara til þess að þú fær meiri lán til þess að kaupa eign sem of dýr? Sko, ég held að það sé útfærslu atriði og ég tek nú bara undir orð Ragnars Þórs Ingólfsson sem við rættum það að fara vel yfir sko lánaskilmálana og núna hefur við orðið var við það og farið í gegnum það sko tvísa sinni núna á síðustu 10 árum að lánaskilmálar hafa verið dæmdir ólöglegir í okkar kerfi. Þetta alltaf algjör skandall sko að við skulum ganga í gegnum það að gjaldeyrislánin eru óljós og svo núna lán sem eru óljós og byggja óljósum grunni og fara gegn neytendavernd. Þannig ég held að það sé klárt mál að auðvitað þarf stjórnvöld að standa vörð það. En ég held að sko til þess að líflegt og lífvænlegt samfélag verði, þá verður við að nýta alla krafta til atvinnusköpunar og uppbyggingar. Hvort sem það einkaaðilarnir, ríkisvaldið og svo kannski mögulega einhver svona miðjuleið, samvinnufélög, sameignar og bara nota hugvitið svolítið. Ríkisstjórnin alltaf að boða nýja atvinnustefnu, ég held að hún hafi ekki alveg komið fram. Veist þú hver hún ætti að vera? Já, það er nú komin fram drög að atvinnustefnu ríkisstjórnarinnar. En það er ekki svona bara almennt? Nei, alls ekki. Við hjá Samtökum iðnaðarins höfum bara bundið vonir við þessa vinnu og svona mætti stundum ætla umræðina að þetta sé einhver handstýring ríkisvaldsins á því hvers konar fyrirtæki verði til eða blómstri eða vaxi eða hvaða atvinnugreinar verða til. Það er alls ekki þannig. Í öllum löndum hérna í kringum okkur sem við berum okkur svona gjarnan saman við í bara samfélagsformi og öðru að þá er einhvers konar iðnaðar, þetta er yfirleitt kallað industrial policy, það er einhvers konar iðnaðar eða atvinnustefna sem vísar veginn svona inn í framtíðina og hvort sem okkur líkar að betur eða verð, að þá hafa ákvarðanir ríkisins og ríkisvaldsins og ákvarðanir sem eru teknar inn á Alþingi og í ráðuneytum áhrif á atvinnurekstur allan daga. Og er þó ekki betra að vera með opin augu og vera með einhverja sýn inn í framtíðina og þetta er kallað vaxtaplan og við höfum bara heilt yfir hrósa þessari vinnu. Ég myndi ekki segja að þetta væri svona bara eitthvað loðið og óljóst, heldur er þarna verið að horfa á að þarna er rauði þráðurinn í þessari stefnu sem er nú þegar komin fram og hún er núna í samráði, þannig að við erum nú að rýna hana betur, er að auka framleiðni. Og framleiðni eru þetta hugtak sem að kannski ekki allir þekkja alveg nákvæmlega en heyra mikið og það snýst verðmæta sköpun það snýst að skapa sem mest verðmæti á hvert starf og oft hérna, sérstaklega ef við horfum inn í fortíðina þá er að tala hversu mörg störf verða til með þessari hinni uppbyggingunni. Í rauninni snýst þetta ekki hversu mörg störf og hér á Íslandi þarf nú ekki að endilega búa til mikið af fleiri störfum, heldur þarf að búa til verðmætari störf. Hverju klukkustund því oft við bara meira. Eða á hvern starfsmann eða stöðugildi og hérna. Helst klukkustund sko. Svo vissum við ekki að vinna eftirvinna eins og við gerðum. Alveg rétt. Ég er kannski dregið úr því eitthvað núna, ég veit ekki. Þannig að þannig verið og án þess að ég sé talsmaður atvinnustefnunnar þá erum við ánægð með þessar áherslur hjá Samtökum iðnaðarins að þannig verið að horfa á háframleiðni störf og vöxt útflutnings í háframleiðni greinum og þetta er ekki bara einhverjar setningar og eitthvað loðið hugtak. Hvað gerir ríkið til þess að ýta undir þetta?
Meðal annars að fara í raforkuöflun, afla meiri raforku í landinu. Við erum alltaf mikið raforku núna að hlýfu. Já, það er náttúrulega auðvitað áfall sem að, sko. En það er svo sannarlega nauðsynlegt. Það er svo sannarlega nauðsynlegt að svona vera með fyrirsjónleika í öflun raforku inn í framtíðina. Það er hægt að horfa á skattkerfi, það er hægt að horfa á regluverk, að létta á íþyngjandi regluverki sem oft á tíðum getur verið mjög hamlandi í atvinnuuppbyggingu. Forsætisráðherra hefur líka lýst því yfir að tími stórframkvæmda sé hafinn og ný og við fögnum því og það er held ég enginn að tala um aðra Kárahnjúkavirkjun eða einhverjar slíkar stórframkvæmdir en við horfum bara á hvernig lífskjör á Íslandi byggðust upp og þau byggðust upp að hluta til með atvinnustefnu í verki þó að það hafi ekki verið kallað atvinnustefna og álverin kom ekki bara fyrir tilviljun því að þeim leist vel á Ísland. Það var markvisst unnið að því að halvu stjórnmálamanna á sínum tíma að sækja þessi tækifæri, hefja raforkuframleiðslu og svo framvegis. Þannig að við allan að bindum vonir við það, þetta getur orðið leiðarljósin í framtíðina og eins og hefur verið bent á, þá hefur hagvöxtur á mann ekki verið að aukast mikið á undanförnum árum og lífskjör byggja á framleiðni en ekki bara hverskyns hagvexti. Þannig að ég held að þetta sé svona rauði þráðurinn sem við erum allan að sátt með hingað til og munum svona beita okkur fyrir því að þetta fari í góðan farveg. 100 ný störf vera til tímabundið allan við NATO-höfnina á Reykjanesi? Já, ég held að sko það sem ég kannski kalla eftir aðeins er að ég tek undir því sem að Sigríður segir að ég held að það sé mjög mikilvægt skrifað að stjórnvöld taki sér saman í andlitinu. Ég veit ekki, ég þarf að lesa þessu sögu atvinnustefnu á Íslandi því mér finnst hún hafa svona litið tilbaka, þá finnst hún hafa verið svolítið hipp haps og svona góður hugmyndir hjá einhverjum kúl náungum sem hefur náð fram að ganga. Það hefur verið stefnan. Og kannski ekki alltaf sko, svona tengd sko, framleiðslu þættirnir ekki alveg stiltir saman og hvað við framleiðum hverju sinni til dæmis eins og við ætlum að verða sko, fremst í háskólakennslu og rannsóknum og það kom tíma sko fjármagn og svona inn í það og svo þróaðist eiginlega atvinnumarkaðurinn þannig að það var ekki störf fyrir þetta góða vinnuafl sem við vorum búin að leggja fram og fjárfesta í. Þannig að ég held að sérstaklega fyrir svona lítið land eins og okkar er það stóra land með fámenna þjóð að þá þurfum við þá vigtar einstaklingunum svo mikið og við erum bara svo heppin að það er svo margt sem við höfum úr að móða. Maður sér hvernig sjávarútvegurinn, þú veist, margt slæmt að segja hann auðvitað og hvernig svona samþjöppunin hefur orðið og þeim markmið og allt það. En það verður ekki hægt að segja annað en að það hafi verið góð framþróun og nýsköpun á því sviði. Ég meina, ég var með útlendinga í heimsóknunni kringu þakkargjörðarhátíðina og þeir vildu fá íslensk ljúfmeti eða delikatessan og ég náttúrulega vissi ekkert mannaðin heldur bara hákall og magál og léttmjólk og harsónegg og lifrapilsu og svo var ég að segja þeim frá því að hvernig lifrapilsan er búin til og okkur gekk ágætlega að nýta alla kindina og sama má segja að við nýtum allan fiskinn og þetta er stórkostlegt. En þetta séur þetta háframleiðni grein. Þetta er háframleiðni grein og færri inputs í rauninni eða aðföng hafa þurft til að framleiða meiri gæði þannig að það er dæmi það. Þannig er það að tala bara kannski 3% af aflanum er fullunnin. Stór hluti er bara fluttur óunnin úr landi, sífellt meira og meira og við erum ekkert að fá herra verð fyrir afurðum okkur heldur á norðmenn eða eitthvað, þannig að við erum ekkert sérlega góði í sáverði. Það við getum búið til smyrsl og fleira á róðinu. Já, en við erum búin að gera það og fleiri svona afurðir sem hafa. Svo auðvitað spyr maður sig sko, allt þetta ál sem við erum að búið til. Hvers vegna er ekki að fullvinna það? Ég get bara upplýst að það er alltaf gaman að segja frá þessu sögu. Sko, þegar ég var krakki þá var maður að velta, eða unglingur skulum við segja, að maður var að velta sér fyrir hvað ætla að verða þegar maður er stór sem ég ekki ákveðið ennþá sko, að segja það. En í þá daga var verið að bera saman, það var grein í blaði þar sem var verið að taka viðtal við verkamann sem hafði flutt frá Austfjörðum held ég hafi verið til Danmerkur og hann hafði verið að vinna í síld á Austfjörðum og flutti sig yfir og þar fekk hann hærri laun meiri svona, stuðning frá hinu opinbera, það voru lægri skattar á hann og lífið var mun betra fyrir hann. Og betri veður. Og ég skal ekki segja það, það fyrir eftir sennilega. Í Danmörku er það yfir betra heldur en á þeim tíma allavega. Og hvað var hann að starfa við í Danmörku? Hann var að setja síld
íslenska síld og krukkur í Danmörku og maður veldi fyrir sig hvers vegna, akkur er þetta svona, hvað veldur, og það er eins og Sigríður var að segja, það er þessi framleiðni sem að þeir hafa náð með að fram með því að búa til og flytja út fullanu vöru og markasetja hana og kunna selja. Kaupmannahafnarbúar eða Kaupmannahöfn heitir ekki Kaupmannahöfn fyrir ekki neitt, sko. En þarna er líka fjárfestingin í nýsköpun algjört lykilatriði. Til þess að auka framleiðni bara í hagkerfinu heilt yfir, að þá er bara eiginlega algjörlega óumdeilt að fjárfesting í nýsköpun leiði til hærri framleiðni. Þannig verið að þróa vörur áfram, rannsóknir og þróun skipta þarna gríðarlega miklu máli og þess vegna erum við líka einmitt ánægð með áherslunar í atvinnustefnuna því það er áhersla á fjárfestingu í nýsköpun. En við erum svolítið að bakka líka til dæmis. Voru fiskibólurnar eru búin til í Noregi, held ég. Pólandi og eru gular á leitin. Ég held að fæsta þessu vöru sem við höldum að sé búin til hér. Það var fiskbúðingurinn sem var svo ljótur. En við erum að framleiða lyf og heimsmælikvarða, við erum að hugverkaiðnaðurinn sem er 4. útflutningsstoð þjóðarbúsins hefur vaxið mikið og það teljum við að sé lykilatriði í svona sjálfbærari hagvöxti til framtíðar að vera komið með, eins og ég segi stundum, 4. fótinn undir stólinn og hagkerfið okkar hefur náttúrulega sögulega séð verið svona frekar sveiflukennt og mjög í hagsögunni og ég allavega horfi bjartsýn á framtíðina hvað það varða þó að núna undanfarin misseri höfum við verið að glíma við fjölmörg áföll sem að auðvitað hafa núna skapað skilyrði fyrir vaxtalækkun sem er þá allavega litla jákvæða ljós í þeim áföllum en við erum ekkert með eitthvað umframmagna raforku það sé tímabundi áfall og framleiðslustöðvun. En ég byrjaði með sjávarútveginn að það bara, við sögum frá því daginn að í fréttatíma í okkur að íslenski sjávarklasinn fékk stóran styrk vegna þess að þeir eru að stefna því 100% nýtingu á þorskinum. Og eru komin svolítið langt á veg með það, sko. En þeir fengum bara stóra styrk. Ég er bara að benda á sama tíma þessi þróun og það er að benda á dæminum hana að þá er að aukast útflutningur á óunnu fiski. Þannig að á sama tíma við erum að stefna því að auka framleiðnina og auka verðmæti starfana að þá er líka efnahagslegar ástæður sem að stjórnendur fyrirtækjanna taka til þess að breyta okkur svolítið í hráefnis framleiðenda fyrir fiskvinnslu í austurströnd Englands eða í Póllandi. Mér finnst full ástæða til þess að þú veist svona vita aðeins meira af því sko. Er það vegna þess að virðið er einfaldlega hærra af fiskinu þegar hann er óunninn? Eða er verið að flytja nú til þess að þróan eða fullvinnan annars staðar? En mér langar svolítið til þess að segja sko, ég hlakka náttúrulega til þess að eiga í frekari samræði við Sigríði sko þennan ríkistyrk á nýsköpun sem ég tek undir að sé mjög mikilvægur en við erum náttúrulega kannski eins og allir svona talking with their trade, ég kemur úr akademíunni og hún kemur frá samtökum miðnaðarins og ég kalla eftir því, ég þarf að sjá það aðeins betur hvernig stjórnvöld ætla að nýta háskólana og rannsóknir, sko rannsóknir eiga sér stað innan fyrirtækja sem er fínt en þeir eiga sér fyrst og fremst stað innan háskólana. Það sem að sko, það er allt öðruvísi, við getum farið að langt málum það, bara annar þáttur það hvernig sko, áhættu prófílinn er gagnvart rannsóknum þegar þú ert annars vegar innan einkafyrirtækis og hins vegar innan háskólasamfélagsins og það er gríðarlega fjármunir sem farið í þetta. Við fjallaðum þetta við Rauðaborðið, það hefur aukist gríðarlegu stuðningur við rannsóknir innan fyrirtækja en ekki í háskólanum. Nei, það er er hún ekki í mótu núna, þannig að þá er tækifærið að taka þetta samtal þegar ég held að það verði að vera miklu meira samstarf á milli fyrirtækja og háskóla heldur en hefur verið fram að því. Við tökum algjörlega heilsugur undir það. Það er verið að endurskoða, það er nú stendur yfir heildar endurskoðun á lögum stuðningu nýsköpunarfyrirtæki sem þessi skattakvatar byggja á og fyrsta frumvarpið að við gerum ráð fyrir nokkrum er komið fram nú þegar og það er aðeins verið að skerpa á kerfinu, bara byggt á reynslu síðustu ára en við höfum gefið út greiningar á þessu kerfi líka og
þetta kerfi sem við lýði í flestum Evrópuríkjum, ef ekki öllum. Auðvitað þurfum við að læra af reynslunni, eitthvað í kerfinu sem má bæta. Ég tek alveg undir að auðvitað eru þessar grunnrannsóknir í háskólanum gríðarlega mikilvægar, en ef við erum að horfa á þetta sem hvata sem að skila sér tilbaka í bara þjóðarbúið, að þá auðvitað þarf þetta að vera hagnýtar rannsóknir sem verða svo að verðmætum, ekki bara inn í háskólanum, og þess vegna skiptir þetta samstarf háskólana og atvinnulífsins svo miklu máli. Marel í háskólanum. Ég meina þú veist flest nýsköpun sem á sér stað. Allt sem skiptir máli. Hún á sér stað. Orðið alþjóðlega fyrirtæki En þetta bara ég ekki allt sem í iPhone-inu þínu með á uppruna sinni í háskólarannsóknum og rannsóknum og NASA og opinberum stofnunum. Herútgjöldum líka. Já, álframleiðsla. Hitt bara sölumennska. Frysta fiskinn, þú veist, þetta allt saman byggt á rannsóknum úr háskólanum. En við allan erum komin árangurinn af þessu kerfi að minnstakosti sá, og ég tel hans miklu fjölþættari, að við erum að sjá hugverkaiðnaðinn vaxa og dafna. Við sáum í COVID þegar það nefna hlutabótaleiðina á þann, sem ég held að við höfum svona leynt líka gagnrýnt, að við segjum þá á þeim tíma, heyrðu, þið eruð að fara niðurgreiða laun starfsmann sem sitja heima og gera ekki neitt í rauninni með ríkisútgjöldum. Af hverju ekki þá, að því að rannsóknar og þróun 90% launakostnaður. Þetta bara laun sérfræðinga, og þannig skattakvatarnir voru hækkaðir á tímum COVID til þess að bregðast við, og sama tíma þá fjölgaði starfsfólki í hugverkaiðnaði, fyrirtæki hættu við að segja upp heilu rannsóknar og þróunarteimunum og héldu þeim í vinnu. Þannig að þetta skiptir mjög miklu máli, og Íslandi núna komið lengra í fjárfestingu í rannsóknar og þróun sem hlutfall af landsframleiðslu en meðaltali Evrópuríkin. Ég var alls ekki að gagnrýna hluta bótaleiðina, að lækka starfshlutfall fólks. Heldur að segja þau upp með með ríkisstyrk. Ég er búin að átta með einu sem gaman blaðamaður, að Sigga Dögg ætti að punkta þetta hjá sér, og í staðin fyrir að vera að tala um lýðræði og svona, þá var hann að vera að tala um atvinnustefnu í fjölmiðlum. Hann að vera að tala, sem er mjög slæm, af því að það hefur fólk farið út úr fjölmiðlunum og orðið upplýsingafulltrúar sem að koma með miklu verri vöru inn á lýðræðislega vettvanginn, allt litað einhverjum hagsmunum og hvað fleira. Þannig ég myndi taka þessar tvær og móta svona kröfu blaðamannafélagsins sem atvinnustefnu hjá fjölmiðlum. Því að ríkisstjórnin hefur áhuga á því, miklu frekar heldur en lýðræði, eða eins og sést til dæmis að ríkisstjórnin hefur sáralítinn áhuga til þess á íslenskunni, sem að enginn er í vafa að þurfi skjótar stórtækar aðgerðir ef ekki á að fara illa. En ég sé ekki þennan áhuga. Og þar eru fjölmiðlarnir bara lykilþáttur. Já, það eru það. En þið snar hættið, því að Ég get alveg haldið áfram. Það er fyrst með leikskólaumræðinu. Já, leikskóla, já. Með nokkra punktar hérna, það var með þetta. Leikskólana. Barnið mitt er komið af leikskóla aldrei, þannig ég þekki þetta nú kannski ekki svona á eigin skinni í dag. En þetta tengist náttúrulega líka kannski önnur umræða sem ég myndi frekar vilja koma inn á, það er fæðingarorlofskerfið. Og það er búið svolítið umræða það í vikunni. Það var ung kona held í læknanemi sem skrifaði mjög flotta grein. Og dóttir mín er 13 ára gömul, ég var með henni í fæðingarorlofi í 12 mánuði held ég, 11,5 eitthvað svo leiðis. Mér var snóð erfitt að fara frá henni á þeim tíma út á vinnumarkaðinn, þannig ég held að það þurfa að skoða, og á mínu mati sem bara til ung kona, að það þarf að skoða þetta kerfi alveg klárlega, og þetta gæti þá mögulega líka tengst leikskólamálunum að því leyti að því lengur sem að óaðgreinanlegt. Algjörlega, og því lengur sem að foreldrar geta verið þá heima með börnin, þá ætti að minnka pressu á leikskólakerfi. Já, ég held að þetta er alltaf stór mál varðandi fæðingarorlofið, og við erum náttúrulega við þurfum að þess að klappa okkur á bakvið fyrir að vera fremst í stafni hvað jafnréttismál varðar, og þetta nú á kvennaárinu 2025 og með 70 ár, nei, 50 ár síðan stóri fundurinn var. Og hjá einmitt eftir þessari grein sem er frábært að sjá að hafi náð svona vel í gegn. Það er náttúrulega freistandi að fara aftur í söguna og segja frá því hvernig þetta kerfi var hugsað í upphafi, og það eru náttúrulega margar réttarbætur sem komu til þannig kringum aldamótin síðustu þegar það var sett á. Og einn hluti er sá að tryggja réttindi barns til samneytis við báða foreldra sína. Og svo eru frábærar rannsóknir sem hafa komið fram eftir að þetta var sett upp, að ef foreldrarnir skipta með sér fæðingarorlofi, að þá leiðir það til traustara hjónabands
og minni líkur á skilnaði sem skiptir mjög miklu máli. Gæti verið öfugt að þessi traustari hjónabandin sem að deila með sér fæðingarorlofi. Ekki samkvæmt rannsóknum. Nei, ok. Ekki samkvæmt rannsóknum. En á ekki bara leyfa foreldrum að ráða þessu? Nei, Er það? alls Ég ekki. er það. Nei. Ég meina eina af ástæðanum fyrir það við erum svona framalega í jafnréttismálum í Íslandi, í heiminum, einmitt á þessar ákvarðin, þessi róttaka ákvarðin okkar um heimila ekki frjálsa skiptingu og fæðingarorlofi. En þá erum við ekki að treysta konum, sko. Þetta er bara, svo umræði var Ef ég vildi vera í 12 mánuði. Hvernig hafa jafnréttisbætur náð fram í samfélaginu? Með því að þvinga þeir. Það er bara svolítið þannig. Við bara sáum hvað gerist þegar að það var það hefur verið grundvallar breyting á stjórnum fyrirtækja, hvað konum hefur fjölgað í stjórnum fyrirtækja eftir að voru sett lög um það. Algjörlega. Sett lög um það og það hefði ekkert gerst að sjálfu sér. En það er allt öðruvísi þvingun heldur en að í rauninni þvinga konur út á vinnumarka kannski frá 6 til 7 mánaða gömlu barni. Og keyra heim í hádeginu að gefa brjóst og ég veit ekki hvernig það er kvenréttindi. Fullu jafnrétti hefur verið náð í atvinnulífinu, það sem að fullt launajafnrétti, konur eru líklegar til að stýra fyrirtækjum, hvað er margar konur sem stýra fyrirtækjum á hlutabréfamarkaði? 1. Nei, það eru 3 eða 4. Já, einmitt. Þannig að þú veist, þegar við erum komið með jafnrétti í atvinnulífinu og launajafnrétti og fullkomlega jafna stöðu kvenna og kalla þar, þá skulum við fara að ræða það hvort við eigum aðeins að slaka á þessum kröfum hver á að gera hvar. Ég held að það er bara þannig. Þetta mun ekki hjálpa konum í atvinnulífinu, það er það sem ég er að segja. Það mun einmitt hjálpa konum í atvinnulífinu. Að fara frá 6-7 mánaða gömlu barni. Það mun einmitt ekki hjálpa konum í atvinnulífinu ef þú veist að kona á barningaraldri er líklegri til þess að vera 9-10 mánuði í fæðingarorlofi og meðan kallinn er bara að fara, þú veist, í 2 eða 3. Það er ekki að fara að hjálpa neinum konum í atvinnulífinu. Nei, það er nákvæmlega kjarnið málsins, að jaðarframleiðni kynjanna þarf að vera svo sama og það þarf að vera jafn mikil áhætta að taka unga konu í vinnu eins og ungan karlmann. Og staðreyndin er svo að launamunur kynjara, hann var minnstur hérna árið 2022, 8,6%. 9, ég tók þessi, nei fyrirgefið, ég er ekki með rétta tölur, ég þarf að fletta þessu upp. Í dag er óleiðréttur launamunur karla og kvenna 10,4% í árið 2024. 11,1% án opinbera geirans sem segir manni að einkageirinn er betri í þessu heldur en hið opinbera. Hins vegar voru mælingarnar þannig árið 2008 þegar við byrjuðum að mæla þetta með kerfisbundnum hætti, þá var munurinn 20%. 20%. Og hann fór lægst í 8,6 árið 2022. Í dag er hann 10,4. Þetta er afturför. Þetta er afturför. Nú ég spyrja því svo barn hérna, hvað er í jaðarframleiðni? Kynjana. Já, þakkaði fyrir að spyrja því. Það er að segja, þú veist, þegar þú setur eitthvað svona aðföng inn hversu mikið kemur út úr þeim. Næsta starfsmann sem þú tekur að þér. Ég veit að kemur meira út úr konuna að kemur heilt barn. Já, það er annað mál. Það þarf líka hjálp við það. Við gerum þetta ekki einar. En þannig að þegar þú ert að taka ákvörðun það hvað ætlar að við næsta starfsmann sem þú ræður, ætlar að taka ungan karlmann eða unga konu. Og staða þeirra verður að vera á jöfn og hún er það ekki. Heldur, hvert barn sem þú fæðir lækkar launin þín út starfsævina. Og ég segi bara, ég vil gjarnan hlusta á unga fólkið og laga þetta kerfi að þeirra þörfum. En ég er að hlusta á unga fólkið. Nei, ég Mér er var skakkarinn í læknanefans vera sterkust varðandi námsfólk. Að við varum ekki að styðja námsfólk. Það var eiginlega ómögulegt að eignast barn í námi. En það er bara alltaf umræða. Það er alltaf umræða. Ég legg bara til, ef við leggjum mikið upp úr þessu og við vitum að hjónaskilnaður minnki og aðbúnaður barna lagast og gerir okkur betur kleift að byggja upp sterkt fólk sem líður vel, í staðinn fyrir að verja peningunum í að skikka fólk til sem að líður illa brotið með einhverjum hætti stríðar ævinni. Höfum bara fæðingarorlofi 105% af tekjum. Hækkum það, ekki 80%, 105%.
þá fara allir inn í kerfið og svo geta menn bara eftir behag lengt eða ráðsta á þessum 105% eins og þeim hendar. Mér langar að skjóta inn hérna að þetta með 80% að það hefur komið fram að það munur á fæðingartíðinni eftir stéttum. Þeir sem eru með lægri tekjurnar eignast síður börn. Það má vera að trufli okkur að það er svo stór hluti af þeim sem eru með lægstu tekjurnar eru innflytjendur sem hafa lítið bakland og það er eiginlega, stuðningskerfið er ekki það gott að það er eiginlega, það er mjög erfitt að eignast barn á þess að hafa af og ömmu eða eitthvað nálægt sér. Þetta með 80%. Að sá sem ekki getur lifað af 100% af launum sínum, af því hann er með svo lágur launum, hann getur aldrei lifað með barn með 80%. Þannig að mér finnst það vera miklu meira áreiðandi að hækka þetta eða hækka bara grunninn, þannig að vera bara 750 verið lágmarkið, heldur en að vera að hækka efri mörkin til þess að betur launuðu kallarnir sjáu sér fjárhagslega hagaði að taka fæðingarorlof. Eitt sem að þú sagðir áðan, Sigríður, var hversu erfitt að væri fyrir konur að fara aftur út af vinnumarkaðin frá litlu barni og ósanngjarnt í rauninni. Ég sagði nú ekki kannski erfitt að fara út á vinnumarkaðin en bara frá barninu sínu allan daginn með að jafnvel að brjósti. En hversu umlegt það fyrir kallmenn að fá ekki að njóta þess að vera með ungu barni eins lengi og hann vill? Þess vegna ég að tala fyrir vali. Ég er bara að tala fyrir því að foreldrar geti skipt þessu milli sinni eins og þeim hentar hverju sinni. Svona fjárhagur heimilana er þannig að það borgar sig fyrir fjölskylduna að kallin sig út að vinna og konan sig heima einmitt vegna þess að við höfum ekki efnaði, þetta er náttúrulega bara hækka fæðingarorlofsgreiðslur fyrir alla. Þá er þetta í rauninni ekki val fyrir fólk ef að þetta skiptir svo miklu máli og það skiptir miklu máli að geta haft sem mestu tekjurni, það er bara þannig. Já, ég held að sé bara kjarnaatriði ef að ungar konur vilja standa í þeirri baráttu áfram að vera viðvarandi með lægri laun, hafa minni séns á framgangi í starfi, þá skulum við hafa þetta svona valfest. Einstaklingsbundin réttur til fæðingarorlofs tryggir þetta. Og það er bara engum blöðum þetta er bara staðfræðileg staðrind. En tilfinningulega staðrændirnar vantar kannski aðeins inn í það. Ekki hjá þér, ég er ekki að segja það. Nei, ég er bara að tala já. Bara Excel segir þetta. Já, en já. En þetta tengist kannski máli sem er töluvert fyrir að fjalla allan heim sem er fall í fæðingartíðinni. Ég veit ekki hvort að þeir viljið blanda þessu saman. En ég er bara með eitt graf sem ég var að sjá að það eru allir Suður-Ameríka, Norður-Ameríka, Evrópa, Asía, Mið-Asía, það er allt komið niður fyrir 2,1. Það er eiginlega bara Afríka, sunnan Sahara og það mér sýnist á niðurleiðinni að það er nú oft verið að tala um það að fólk í Mið-Austurlöndum eignir sem eru börn og munu taka yfir menningu okkar. Það er bara korter þannig að þeir þetta niður fyrir í fæðingartíðinni. Erum við ekki fyrsta sinn komið niður fyrir 2? Og mjög meira meðal innflytjenda heldur en innfæddra. Já, ég held að þetta sé það er kannski ekki að blanda þessu beitt saman, alls ekki, en jú, vissulega getur að horta á það sem svona þurfa efnislega hvað til þess að eignast fleiri börn. Það er bara fjárfesting samfélagsins að sem flest börn komi. Já, akkurat. En þau getur náttúrulega líka komið utanlands frá, eða að það verði meira mix á svona fjölbreytni samfélagsins. En við sjáum, ég var bara í skemmtilegu boði í gærkvöldi og var svo heppin að fá góðan tíma til að ræða við kollega sem er frá Finnlandi. Og ég bara gerði mikið greið það er svo stór heimurinn, maður er svo upptekin að því að fylgjast með Trump og einhver svona ógn í vestri og líka í austri. Þannig að maður hefur einhvern veginn ekki haft athyglisbann til þess að fylgjast með Norðurlöndunum almennilega. En Finnar eru með mjög harða innflytjendastefnu, bara virkilega. Og þeir fóru mjög snemma í hana. Þeir sannir Finnar ná völdum þetta á tímabili. Þeir bara nánast loka landamærunum. Og nú er staðan bara svo að þeir sem að koma til landsins og ungt fólk vill helst starfa og búa þar sem störfin eru, sem er í þéttbýlinu.
og fólk hefur sko í fyndinni haft hérna þessi litlu dreifða byggð en staðan svo að húsin standa auð, það engin iðnaðar með á svæðunum, það bara atvinnustar sem mjög í miklum svona erfileikum og þeir eru bara í miklum vandræðum, það hefur orðið sko töluverð aukning fiskal, aukning Ríkisútgjalda. Já, ríkisútgjalda, það að segja aukning opinberra skulda og framleiðslan er á undanhaldi. Þannig að það mjög sko varhugaverð leið út úr málunum að loka landamærunum. Við hefur fréttir frá Spáni þetta. Það sem bara stórkostlegur vandi að í dreifðari byggðunum að þar oft eldra fólkið, það eru yngra fólki farið í bæinn og það hlutfallslega meira eldra fólki í dreifðari byggðunum og það innflytjendurnir kom ekki þangað. Þannig þeir eru í borgunum og það eru bara að velta fyrir þess að byrja hvernig getum við lokkað innflytjendurnar út í dreifðari byggðir til þess að sinna eldra fólkinu og halda bara kerfinu gangandi af því þar er bara mjög hröð svona hnignun samfélagana og eiginlega komið á þannig að það bara háskaleg stig, það ekki hægt að veita almennilega heilbrigðisþjónustu og slíkt. Það var gerð könnun á því kvótaflóttafólk, það var Blönduósi og víðar svona og þau eru, sko ykkur ára seinna þá þetta undantekninga lítið, all flutt. Það reyndar öðruvísi hjá okkur að við erum með miklu hærra hlutfall innflytjenda í smáum byggðarlögum eins og Patreksfirði og bara allstaðnum með Skagafirði held ég. Það eru margir staðir út á landi þar sem eru miklu fleiri innflytjendur en til dæmis í Garðabænum, þar sem eru bara 5% innflytjendur. En ekki einhver millivögur bara millivögur frá því sem Finnar gerðu og svo Danir og Svíar sem eru líka glíma við afleiðingar neikvæðar af of opnum landamærum? Algjörlega. Ég ætla ekki að grípa fram í fyrir nafna. Mjög vandum farið. Ég ætla bara að segja innflytjendur eru bara eins og annað fólk. Þau velja bara sömu hluti og þau velja menningu, þau velja þjónustu, þau velja fjölbreytni í störfum og ég sé, eðlilega þá bara verður þróunin svo sama með innflytjandi eins og annara íbúa í landinu. Það þarf þá að grípa til aðgerða til þess að lokka hvern sem Íslendinga eða innflytjendur út á land ef það eitthvað svona byggðarstefna sem við viljum grípa til. Ég held að við séum ekki þessum vanda hérna. Ég held að sé búið að vera undanfarið 3-4 ár. Það sem ekki í fyrsta skipti bara frá stríði. Það sem ekki tilfærsla fólki frá landsbyggðinni yfir í og það náttúrulega ferðamannaþjónusta sem bjóða til. Og líka fyrirtæki svo Keresis og Gagnaverin og fleiri sem hafa verið að spretta landið og verið að skapa mjög mikilvæg og verðmætt og fjárvinnu möguleikar. Algjörlega. Og húsnæðismarkaðurinn. En ég held að þarna vandi fylgir vaxandi hverfi, þú veist, við erum að passa okkur á því að stuðleggja ofhröðum vexti, hvað sem það til dæmis ofhröðum vexti í innflytjendatölunni og einmitt að einblína og mér sýnist það sem áherslu atriði hjá stjórnvöldu núna að þessi framleiðni aukning það hún sem að mun færa okkur lífskjörun á endanum, hversu mörg sem við verðum á plánetunni því að svo líka takmörk fyrir því hversu mörg við getum verið þannig að við ætlum að geta endilega kannski alltaf að stuðla að sem mestum vexti en það þýðir auðvitað að það verða efnahagslegar afleiðingar af því að byggja ekki hagvöxtun á nýju fólki, hvort sem það innflytjendur eða ný börn. Nú framlengingin eiginlega búin. Já. Þannig að ég ætla að þakka ykkur fyrir komuna, Sigríður Guðjónsdóttir, formaður Blaðamanna félagsins, Guðrún Jónsson og þú ert prófessor og deildarforseti viðskiptadeildar á Bifröst og Sigríður Mógensen, sviðsstjóri iðnaðar og hugverkasviðs Samtaka iðnaðarins. Þakka ykkur öllum kærlega fyrir komuna. Og hér á eftir ætlum við að ræðum NATO og Evrópu og Ísland. Það koma Davíð Stefánsson, formaður Valbergs og Stefán Pálsson, sagnfræðingur og ræðum okkur þetta mál. Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is Samstæða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.
Kennarar eru þrefalt líklegri en ófaglærðir til að halda áfram í kennslu. Börnin okkar eiga skilið fagmennsku og stöðuleika. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands. Húnavellir gistihús. Gisting og tjaldstæði á góðu verði. Morgunmatur og kvöldmatur, sundlaug, heitur pottur og íþróttasalur. Upplýsingar í símum 848 7012 og 861 2319. Tölvupóstur hunavellir@hunavellir.is. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Ertu með fundi, fræðslu eða kynningar? Vorstjarnan býður baráttuhópum og félagasamtökum aðgang að ódýru húsnæði í 105 Reykjavík. Hafðu samband á vorstjarnan@vorstjarnan.is. Hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðvarinnar með því að læka síður samstöðvarinnar á YouTube og Facebook. Ódýr og öflugur miðill. 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is. Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina. Já, komið sæl á ný. Við höldum áfram. Til okkar komnir Stefán Pálsson, sagnfræðingur, og Davíð Stefánsson, þú ert formaður Varbergs. Og við ætlum að ræða svona breytingar sem hafa orðið bara núna í okkar heimsveldabæri í Evrópu. Og Stefán, nú að fara að byggja hernaðarmannvirki á Reykjanesi. Já, það var mikil undirritun og dregnir fram sveitarstjórnarmenn til þess að fagna því sem mikill guðsblessun að nú myndu fást einhver störf við það að búa til einhverja vilja og kanta og jafnvel að þjónusta einhver herskip. Ég nú svo sem spáð því lengi að utanríkisráðuneytið hefur svona notað þessa salami-taktík að það var byrjað á að kynna þá
kynna þá nýlunda að fara að þjónusta kafbáta hérna svona aðeins fyrir utanlandið og að hér þið svona skiptum áhafnir og byrðir og vistir og svona á hafi úti. Svo myndu líða nokkur misseri þar til að því væri búið að venja menn við það þar til að menn kæmu og segðu heyrðu þá ekki alveg eins gott að koma hérna og leggja að hafnarbakkanum og ég spáði því að við munum sjá það innan fáeinna missera. Já. Auðvitað byggir þetta á svona lengri tíma, þetta er bara breytt heimsmynd sem við stöndum fram með fyrir, það er búið að standa talsvert lengi til að bæta í varandi varnir Íslands, þetta er hlut af því. Það er búið að kynna þetta með talsvert lengur fyrirvara og síðan er það náttúrulega þannig að við erum að fara að setja talsvert mikla fjármuni í svona borgarlega varnartengd verkefni og þetta er svona kannski fyrsta skrefið í þá átt. Herskipalagi er náttúrulega ekki mjög borgarlegt. Nei, í þessu tilviki, þetta er mjög þetta er meira varnartengt en ég ímynda mér það að ef að menn fara að byggja hafnir eða flugvelli eða hvað það er að þá sé þetta að búa til það sem kallað er svona dual use, það sem er bæði að nota fyrir borgarlega og varnartengt verkefni. Og við vitum að við erum fara að gefa í varðandi þessar framkvæmdir. Já, það er náttúrulega NATO sem borgar þetta í Helguvík. Já, við borgum líka inn í NATO. Já. Þannig að þótt að það komið kannski peningar inn frá NATO, þá erum við vel að tala um það að 1,5% af landsframleiðslu okkar fari í einhverja svona framkvæmdir fyrir árið 2035 minnum við. Þannig að á endanum, þeir sem að fagna þessum innkomu núna, að endanum þurfum við að borga fyrir svona framkvæmdir. Við sem sé tökum þátt í, það er alveg rétt, við tökum þátt í þessu en að stærstu leyti þessi framkvæmd af mannvirkjasjóði Atlantshafsbandalagsins, við þurfum svo að bæta í varandi önnur verkefni. Og það er svo sem ekki búið að teikna hvaða verkefni það verða, hvaða verkefni þetta verða, en ég ímynda mér að það verði talsvert umræðu það á næstu missurum. Lengja flugbrautir hér og þar. Lengja flugbrautir, laga svona hafnaraðstöðu. Þegar Helliseiðin hæfa fyrir skriðreka. Já, og undirbúa og verja upplýsinga innviði, sjávarkapla og þess að allt kostar þetta gríðarlega fjármuni og við þurfum að taka þátt í því. Má ég aðeins færa umræðuna svona staða NATO, að það hefur verið svona breyting á undanförnum árum. Ég held að fyrir svona eftir innrás Rússa inn í Úkraínu þá var mikið talað um að NATO hefur aldrei verið sterkara og aldrei verið samheldnara. Sá tónninn valla í dag, það sem að jafnvel stæðstu svona meginstraumsmiðlar eru byrjað að tala um það að NATO sé eiginlega að tapa stríðinu í Úkraínu. Og það er líka mikið orðið bil á milli afstöðu Bandaríkjanna og Evrópuríkjanna og þannig þessi samstaða sem var talað um þar að hún er ekki lengur. Hvernig sjáu þið fyrir ykkur, og ég ætla ekki að biðja ykkur að selja með NATO eða við göngum NATO, hvernig sjáu þið fyrir ykkur þróun NATO á svona næstu árum? Fyrsta lagi, ég er ekki sammála því að NATO sé veikt. Það er ekki, ég lesi það ekki þannig í öðru lagi. Finnst þér ekki veiking að sé Evrópa og Bandaríkin tali algjörlega í kross? Það er nú ekki fyrsta skipti sem að það er ágreiningu meðal þessara þjóða. Við nú sagnfræðinginn, hann getur kannski ríða það með ákvörðu. Þetta er ekki fyrsta skipti sem að Atlantshafsbandalagið stendur fram fyrir einhverjum áskorunum. En í öðru lagi, við erum, NATO er ekki í stríði í Úkraínu. NATO hefur stutt við baráttu Úkraínu til sjálfsákvörðunar. Og það er samkvæmt alþjóðalögum og við höfum fylgt því. En þetta er ekki NATO gegn Rússlandi. NATO er að styðja Úkraínu í stríðinu og með þeirri trú að það myndi styrkja Úkraínu þannig að þeir geta unnið á vígvellinum og það er ekki að ganga eftir. Má orða það þannig? NATO hefur stutt við Úkraínu á forsendum þess að þeir fá að ráða sinni framtíð sjálfur. Það er þannig. Og við heyrum oft þetta og það er svona pútínískan, það er áráðun sem kemur að austan og
heitt í íslensku miðlum meðal annars, að þetta sé vörn Rússa. Þeir eigi rétt á þessu af því að þeim hafi verið lofað að það mætti ekki stækka NATO og þið þekkið þessa umræðu alla sem er náttúrulega ekki rétt og eins líka NATO er að umkringja Rússland sem er náttúrulega bara landfræðilega ekki rétt af því að NATO er með eitthvað kringum 11% af landamærinu við Rússland. En aðeins var ég er bara að reyna að tala stöðuna sem ég ætla að segja aðeins var stöðuna. Það sem okkur var kynnt að myndi gerast, að það er ekki að ganga eftir. Það er frekar talað það að fríðarsamningar ef þeir verða gerðir, þá verða þeir gerðir á forsætu Rússa. Já, þessa friðartillögu, við slumum taka þá umræðu, ég ætla ekki að taka allt þetta. Nei, ég held að munum alveg báðir komast að í þessu, en varðandi, sko, það er náttúrulega hægt að toga og teygja að hvað miklu leyti hversi bíll stríðsaðili og þar fram eftir götunum, en við höfum samt sem áður séð eins og bara Frakklandsforseti að tala það að Frakkland sé í stríði í Úkraínu. Hér var framkvæmdastjóri NATO bara í byrjun vikunar og þá var allt í einu voru menn klappandi sér á bakið og fara að tala það að Ísland væri í fremstu víglínu sem er náttúrulega bara fullkomlega fráleitur málflutningur þar sem að við erum eins fjarri þessu hræðilega stríði þar sem að bara unga fólkið í Úkraínu og Rússlandi er að stráfalla, en ég held að það þarf nú ekki að vera mjög læs á bara alla umræðu og bara mannlegt eðli, en þegar að bandalag gerir ekki annað heldur en að koma saman og berja sér á brjóst og tala hvað það sé sterkt og hversu mikil samstæða sé, að þá sé nokkuð ljóst að það standi veikt og að samstöðuna skorti. Það sé svo bankarnir að þegar bankastjóri kemur fram og segir að banki standi sterkt, að þá mun að falla daginn eftir. Það er, já, eða bara þegar að stjórn knattspyrnufélagsins lýsir fullu stuðningi við stjórana, þá veit maður að hann getur þá er stutt eftir. Auðvitað er það rangt. Auðvitað er það þannig að NATO stendur sterkt og bara það að menn séu saman að fara að gefa í og taka, leggja verulega á skattgreiðendur í þessum ríkjum til að efla varnir segir mikla sögu. Bara það að við séum það. Hvað segirðu? Þið finnst það góð tíðindi? Já, ég er mjög fylgjandi því. Bara sú staðreynd að Finnar og Svíar komi inn í bandalagið til að styrkja það segir góða sögu NATO. NATO er varnarbandalag búið til að tryggja frið. Það hefur tryggt frið á þessu svæði. Það er verkefnið. En Trump er erfiður fyrir NATO. Já. Þannig að hann hefur vikt NATO. Bandaríkin eru að draga sig út úr Evrópu og það er ekkert bara tengt Trump. Við getum bara reiknað með því að það verði staðan næstu árin og áratugina. Ég held að það sé nefnilega, það sé dálítið lykilatriði í þessu að það tók við ákveðið tímabil eftir lok kalda stríðsins þar sem að menn fóru að búa til einhverjar kennisetningar veröld þar sem að væri bara eitt risaveldi. Þetta er svona Fukuyama heimsýnin endalok sögunar. Bandarísk yfirvöld settu upp svona hugmyndir það að markmiðið ætti að geta verið að Bandaríkin stæðu í 2 stórum styrjöldum á sama tíma og hefðu samt sem áður yfirburða hernaðarmátt í veröldinni. Svo hefur maður séð bara fjara mjög hratt undan þessari hugmynd, ekki hvað síst í Bandaríkjunum. Þar sem að fleiri og ekki bara úr einhverjum þröngum hópi í kringum Trump forseta koma og segja að það sé bara ekki raunhæf staða í veröldinni. Það er bara að horfa á svona ákveðin bara efnahagslega veruleika með vöxt og styrk Kína svo dæmi sé tekið.
Og ég held að jafnvel þó svo að Trump hætti sem forseti og jafnvel þó að við fengjum aftur demokrata í Hvíta húsið eftir 3 ár, þá muni Bandaríkin ekki spóla beint aftur í þennan gamla tíma. Utanríkispólitík, hún er ísbrjótur sem að snýst miklu hægar heldur en einhverjir einstaklingar sem að eru í forsetaembættinu. En það sem gerist þá er það að stór hluti Evrópu, NATO-þjóðana í Evrópu, bara öskrar eftir endurhverfi til þessa tíma. Þau vilja að hverfa bara aftur til þess tíma þar sem að þú reyna að halda Bandaríkjunum inn í Evrópu. Halda Bandaríkjunum inn í Evrópu og til þess að kaupa sér vinsældir þeirra og koma sér í mjúkin þar, þá gerist tvennt. Annars vegar að þau bakka upp hvert það ævintýri sem að bandarísk utanríkisstefna getur leitt til, sem að við sjáum bara í því að þegar að Trump og Netanyahu gera loftárásir á Íran, sem að sko fullkomið brot á alþjóðalögum og stórhættulegur pólitískur leikur, að þá stígur kanslari Þýskalands fram og þakkar þessum löndum, þakkar Ísrael og Bandaríkjunum fyrir að sinna skítverkunum fyrir Evrópu. Það alveg sama hvað Bandaríkin myndu gera í dag, það er bakkað upp af evrópsku NATO-ríkjunum til þess að halda þeim góðum, og hitt sem er gert, það eru þessar miklu heitstrengingar óhemju vopnakaup og fjárfestingar í hernaðar innviðum. Við svitnum yfir þessari 1,5% tölu. Það er barnaleikur með við það sem að restin af Evrópu þykist ætla að taka á sig. Reyndar kemur síðan fram smáaletrið að einhverju leyti ætla menn nú að ná þessu með því að falsa bókhaldslykla, með því að skrá ýmiss konar önnur innviðaverkefni og fjárfestingu í gervigreind og ég veit ekki hvað sem hernaður útgjöld. En þetta finnst mér fyrst og síðast, ég meina þegar að Ítalíustjórn kemur og segist ætla að byggja brú yfir í Sikiley og það sé hernaðar mannvirki og fyllir þannig upp í einhverja kvóta, þá ertu bara með bókhaldstricks. En eins og ég segi, þetta er allt saman stefna sem að bara byggist á ákveðinni örvæntingu til þess að reyna að toga Bandaríkin aftur og spóla aftur í tíman. Það mun ekki ganga. Ég held að það sé gríðarlega hagsmuni fyrir Evrópu að hafa mjög sterkt samband við Bandaríkin. Því að þar er hernaðarmátturinn, þar er fælingamátturinn og hluti af stefnu allars bandalags er að byggja þennan fælingamátt, þannig að það skiptir verulega miklu máli að hafa Bandaríkin þarna inni. Á sama tíma þá er það verulega hagsmunir fyrir Bandaríkin að hafa sterkt samband við Evrópuríkin. Þrátt fyrir allt, og það gengur mikið á oft á tíðum, þá er það verulega hagsmunir fyrir Bandaríkin. Heimsmyndin er enga síður í Bandaríkjum að færast til Asíu, eins og hefur oft komið fram í þáttum hérna hjá ykkur. Heimsmyndin er að færa það, þannig að það er verkefni að halda þessu bandalagi sterku. En í dag, ég er bara ekki sammálaði að allars bandalagi standi vel. En ég er mjög mikill áhugi, Evrópu og svo fyrir Bandaríkin. Bandaríkin leggja mest áherslu á Asíu, svo Mið-Austurlönd, svo náttúrulega leggja alltaf áherslu bara á eigin heimaslóðir og svo Suður-Ameríku og Evrópa kannski 5. seti. Við sáum þetta svolítið á fyrra tímabili Trumps. Hann sagði jafnvel Bandaríkja að hætta í NATO og dragast út úr en hvað gerðist? Þeir byggðu upp í Pólandi. Þeir styrktu starfsemina í Þýskalandi. Það var raunveruleikinn. Þannig að eitt er þessi umræða og annað var raunveruleikinn. Og þetta er ekki einhver tricks að Eystrasaltsríkin eru að undirbúa og verja sig gagnvart mögulegri ógn frá Rússland. Það er ekki eitthvað tricks. Það er raunveruleikinn sem þetta fólk stendur fram fyrir. Það eru 5
6 tíma akstur frá Varsjá til Úkraínu. Ef ég væri Pólverji þá myndi ég hafa varan á og undirbúa varnir ef að líka bara því að gleymið því ekki, Pútín hefur talað fyrir því, hann hefur talað fyrir því að endurreisa hið gamla keisaraveldi. Hvað var gamla keisaraveldið? Finnland, landamæri við Stockholm. Er þetta ekki að vitna í einhverju eina setningu, einhverju ræðu? Nei, þetta var 9.000 orða söguleg skýring sem að hann gaf út og hægt að googla. Má ég aðeins að því að þú tala um hvernig fólk hugsar í Pólandi. Heldur að fólki í Pólandi hugsi ekki líka, býtu þarna ætla Bandaríkin að fara núna inn í Úkraínu og taka 50% af öllum arði af auðlundum landsins fyrir það sem að Bandaríkin hafa hingað til stutt Úkraínu í. Kannski of dýrt fyrir okkur í Pólandi að treysta á varnir frá Bandaríkjunum sem að vissulega hafa öflugasta her í heimi, sérstaklega sérstaklega sjóher og fluger, ég veit að landherinn þeirra sé ekkert sterkur, að treysta á það. Gegn því líklega að Bandaríkjastjórn gerir kröfu það að taka helmingin af öllum auðlundum Póllands fyrir viðvikið. Þetta bara orðin allt annar raunveruleiki heldur en að fólk hélt Sammála. Þess vegna segja Pólverjar. Við verðum að treysta okkur sjálf. Við þurfum sjálf að byggja upp varnir og það gerum við innan NATO, en við þurfum að leggja mikið af mörgum. Það eru gríðarlegi fjármunir sem er verið að leggja núna á velferðarkerfi Pólverja til að setja inn í varnir. Það er gríðarlegi fjármunir. Það er ekki einhvern bókhalstricks eða einhvern miskilnótti. Það er bara nálagðinn við aðila sem er að hóta öllu illu og nota bene að í skemmdarverkum brenna hér byggingar inn í Póllandi, skera á fjarskiptakapla í Svíþjóð og svo framvegis og svo framvegis. Tökum þetta alvarlega, það er það sem þeir segja. Það er kannski ekki gefið þótt og takir eitthvað alvarlega að lausnin sem er lögð fram sé endilega það sem við eigum að gera. Það er ekki við verðum að gera eitthvað og svo kemur einhver og stillir upp við skulum bara tæma hér félagslegu kerfin okkar og velferðarkerfin okkar, setja það allt í hernað, að það mun verja okkur. Við höfum eiginlega fá dæmi í sögunum að hernaðaruppbygging leiði til annars en stríðs. Við þurfum að byggja fælingamátt gagnvart hrottum heimsins. Það er það sem við trúum. En heldur að Pólland geti gert það? Sjáiði, þegar að Rússar tóku Úkraínu og auðvitað var það allt bara skúispil og lygi. Auðvitað tóku þeir Úkraínu. Það var ekki einhver grænir hermenn auðvitað voru þetta Rússar. Þegar að það gerist, þá ákveða menn ákveða Evrópuþjóðirnar að bæta í varðandi hernaðaruppbyggingu. Þannig að þetta hefur líka talsvert langan aðdraganda, en við sjáum samstaða Norðurlanda liggur í því að vinna meira saman, byggja varnir, byggja fælingamátt til að tryggja frið í Evrópu. Maður verður hins vegar pínlítið ringlaður þegar að kemur allir þessari umræðu vegna þess að talsmenn NATO keyra yfirleitt tvær mjög mótsagnakendar frásagnir á sama tíma. Okkur á sama tíma okkur sagt að rússneski herinn sé bara fastur í Úkraínu. Það talað hæðnislega að þeir hyrði þarna smáþorp og landspildu á margra mánaða fresti, fluttar fregnir af óhemju mannfalli og að efnahagslíf Rússlands standi á brauðfótum og þess vegna sé þetta bara spurning að halda dampi í fáeina mánuði í viðbót með einhverjum refsiaðgerðum og þá muni þetta falla eins og spilaborg, en á sama tíma okkur líka sagt að það sé bara Rússar getur tekið París á morgun. Já, svona alltaf því eða í það minnsta Pólland og Finnland og ég veit ekki hvað og svona, ég hallast alltaf að því að mann þurfi nú að velja aðra hvora frásögnina. Hittu síðan annað mál. Hvor heldur þú að sé rétt? Ég er afskaplega smeykur það að við Davíð sem höfum nú
tekið fleiri en eitt og fleiri en tvö viðtöl saman Og erum ótrúlega sammála. Báðir friðarsinnar, ég vil verja friðin, hann vil það ekki. Okkur lindir afskaplega vel þó við teljum báðir að hinn sé hættulegur öfgamaður. Og það er þá bara þannig. En hins vegar... Þú trúir nú ekki að öðru en að Rússland að verða fasíst ríki. Já. Þar þramma menn í brúnum það ger ég líka, en ég hins vegar ekki fara að verja fasistana. Ég jafn meðvitaður það að þú ert málsvari fyrir hernaðarbandalag og fyrir hernaðarbandalag þá fríður einfaldlega tilvistarógn. Vegna þess að ótti eða yfirvofandi ótti lífblóðið í hernaðarbandalagi og bara öllum þeim strúktúr og þeim fjárfestingum sem að liggja að baki því. En bara svo ég ljúki þessu, ég voðalega hrættur það að eftir hálft ár eða eftir ár að þá verðum við Davíð aftur mættir í settið og við verðum ennþá að ræða þetta herfilega Úkraínustríð. Ég sé afskaplega fátt sem að bendir til annars heldur en að það muni bara verða áfram útkljáð á vígvellinum og að það muni verða langvinnt. Þetta ófriðvænlegur heimur, meirihluti manna býr við mikla kúgun, mikið helsi og þeir sem trúa á réttlæti, þeir sem trúa á samfélag eins og á Vesturlöndum, frelsi manna og réttaríki, þeir eiga að standa saman. Og það gera þeir í Atlantshafsbandalaginu. Það eru þjóðarhagsmunir, sérstaklega þjóðarhagsmunir smárra ríkja að þetta heimskipulag sem verið hefur því sé viðhaldið þegar kemur að því að viðurkenna rétt ríkja til sjálfsákvörðunar. Ég bara gef lítið fyrir tala það að það sé eitthvað undirliggjandi prinsip sem að forysturíki NATO standi fyrir. Við þurfum ekki að fara lengra. Þetta er bara sáttmáli NATO. Bara fyrr í þessum mánuði. Bara fyrr í þessum mánuði þá sáum við hvernig forysturíki NATO inni í öryggisráðinu hjá Sameinuðu þjóðunum lögðu blessun sína yfir hernám Marokkóstjórnar í Vestur-Sahara. Þar sá maður að prinsipið það að það mætti ekki hnika til landamærum með vopnavaldi og hvernig ætti að hlusta á sjálfsákvörðunarrétt lítilla þjóða, að það skipti engu máli þegar var að ræða mikilvægan bandamann. En finnst þér ekki skipta máli að þetta heimskipulag sem við höfum búið við haldi? Heimskipulag Það að segja viðurkenning á sjálfsákvörðunarrétti ríkja og NATO ég er ekki að fara að tala við frjálsa vestur. NATO-ríkin hafi ekki alltaf við forysturíki í NATO að drepa fólk í Karibahafinu, erum vel að hóta því að stuðla valdaskiptum í Venezuela. Við getum að tala sérstaklega ég held að sé tilefni til að tala sérstaklega Venezuela. Íran, Írak, ég meina þetta ríki blóðugt upp að öxlum. Í gegn þeim gildum sem að NATO sinnar koma svo rétt og eftir og segja að NATO eigi að verja. Ég er ekki hérna til að verja utanríkisstefnu Bandaríkjanna. Það er ekki þannig. Ég er að verja það að vestræn ríki vinni saman til að tryggja fælingamátt í Evrópu. Til byggju varnir, svo það séu trúverðugar til að verja frelsi og gildi Vesturlanda. Ég er að tala fyrir því. Hafa verið gerð mistök eða eru með ranga stefnu hér eða þar vinur minn sagfræðingurinn bestur og við erum sérlega ekkert mjög ósammála það. En þetta eru hrottar heimsins sem að menn eru ofta tíðum að Ég er enn að býja til svona með þetta að eru Bandaríkjamenn inn í NATO svo nauðugir viljugir. Eru þeir bara eins og áhugan og þetta séu bara framundan breytinga þess vegna. Sumpartinn, það er ákveðin öfl í Bandaríkjunum sem segja þá að draga úr þessu en hagsmunirnir eru endanum bandarískir hagsmunir að eiga samstarfið. Bandaríkin á Heldurðu að þessi öryggishagsmunir Bandaríkjana
að verja Úkraínu. Úkraína er svolítið langt í burtu frá Bandaríkjunum. Ég er ekki nokkur af það, já. En Trump held ég að metið að þessu meiri öryggishagsmunir Bandaríkjanna eiga gott samstarf við Rússland heldur en að viðhalda þessu stríði. Það eru öfl innan Bandaríkjanna sem að vilja tryggja gott samstarf við Rússland. Það er alveg rétt. En að endingu, við þurfum líka að tryggja friðinn þegar að menn loksins ná saman. Hvert ríki metur sína öryggishagsmuni út frá eigin sjónarmiðum? Að sjálfsögðu. Það er svo Rússar? Ég hygg reyndar í þessu... Og ég tekka fram, ég dáist á Rússlandi. Ég hef verið ég ferðast mikið um Rússland, ég þekki Rússland mjög vel, ég dáist á Rússum. En ég dáist ekki að fasískum einræðisöflum í Rússland. Ég hygg að varðandi Úkraínumálið þá hafi mjög margir innan bandaríska stjórnkerfisins og þegar að Rússar fóru inn í Úkraínu og í aðdragandanum að því hafi svona ýmsir séð það fyrir sér að þetta gæti nú verið bara býsna svona góð leið til þess að þreyta og lýja og grafa undan Rússum. Ég meina trúmanna á því að viðskiptaleg og efnahagsleg staða Vesturlanda væri slík að það væri útilokað fyrir ríki að standast þessar hörðu efnahagslegu refsiaðgerðir. Ég held að menn hafi haft trú á því að þær myndu býta miklu meira og alvarlega. Annað sem gerðist líka var það að menn horfðu þarna einhvern veginn á að herinn og hergagnaframleiðsla Rússa, hún væri nú kannski takmörkuð, feiluðu sig í því að það sem gerist þegar þjóðir fara í allsherjarstríð er að efnahagslífinu er breytt og niðurstaðan verður í rauninni mjög mikil framþróun. Það verður þetta stríð, það sem gerist alltaf þegar kemur að stríðum er að herstjórnendur og stjórnmálamenn þeir fara alltaf að spila síðasta stríð í kollinum. En svo kemur alltaf veruleikinn mönnum á óvart. Eitt sem hefur til dæmis gerst sem að ég held að enginn hafi áttað sig á fyrir kannski 5 árum síðan. Það var mikilvægi til dæmis dróna í hernaði. Og hvaða lærdóma getum við dregið því það sem við höfum hort upp á hér síðustu misserin er það að Bandaríkin, þetta langmesta hernaðarveldi í veröldinni og í sögunni endar á að þurfa að semja við Húta í Jemen, blásnauðu sundur sprengdu landi vegna þess að öll hátæknivopnin dugðu ekki til þess að kljást við ódýra dróna sem að þeir fengu náttúrulega með íranskri aðstoð. Hátækni sem við fengum frá við erum að horfa á það hvernig bæði Rússar og Úkraínumenn eru að beita þessum ódýru vopnum til þess að sprengja upp milljarða þoturnar og fínu evrósku fínu evrósku skriðdrekkana við þessar aðstæður. Þá myndi ég nú eiginlega fyrst fara að setja spurningamerki við þessa stefnu NATO að öryggi verði bara tryggt ef þú dælir bara nógu miklum peningum í vopn. Ég held það að drónaleikurinn sé dálítið búin að breyta þeirri mynd. Þetta er ekki rétt sko. Allt þetta mat er reglulega endurskoðað. Nú er meiri áhersla á netöryggi, nú er meiri áhersla á geimvarnir, nú er meiri áhersla á gervigreind. Og það tengist líka bara íslenskum hagsmunum. Fyrir 2 vikum voru Íslendingar að ganga inn í áætlanir Evrópusambandsins geim samstarf. Þannig að við erum að fara að meira upp og það er til meðal annars til að verja innviði og verja samskiptakerfi Íslands. Þannig að þetta tekur sífellt breytingum. En það er alveg rétt. Menn efalaust ofmátu eða vanmátu getur Rússa á mörgum sviðum. Gleymið því ekki, Pútín ætlaði sér að taka Úkraínu á nokkrum dögum.
það mistókst. Og þú veist að það svolítið deiltu þetta, það verður bent á það að hann sendi inn 130.000 manns þegar Hitler ætlaði að taka helminginn af Pólandi þá sendi hann 1,5 milljón. Þannig að svona hernaðarsérfræðingar hafa sagt að það engin leið að einhverjum hafi dottið í hug að þú getur náð allir í Úkraínu sem ansi stórt land með 130.000 manns. Gunnar, þeir trúðu því og það var mýtan. Úkraína væri hólað innan, þetta væri spilt, þetta væri bara eitthvað fasistar og ógreinilegir hópar, landi myndi falla og það voru áætlanir að landi myndi falla á tiltölulega stuttum tíma. Af því að þetta er svona eins og ég heyri stundum í umræðu á þessari stöð. Evrópa er hólað innan, þetta gengur ekkert upp og reyndar frá últrahægrinu á Íslandi að þetta sé allt sem bara orðið svo veikt að innan að það eigi sér ekki tilveru, en auðvitað er það ekki rétt. Og ég dáist að hvað Úkraínumenn tók á móti. Ég held að sé alveg rétt hjá Gunnari Smára að auðvitað ætlaði Rússland sér ekki að hernema margra milljón manna samfélag með 130.000 mönnum. Það þröngva Úkraínumennum að samningsborði sem var komin ansi langt í Istanbul en svo það plan gekk ekki eftir. Og væntanlega reiknuðu þeir með að stjórnin myndi hrynja eins og spilaborg. Þannig að leiðtogar Úkraínu myndu bara hlaupa með töskur fullar af peningum upp í einkaþotu og koma sér síðan fyrir í Jerúsalem eða í einhverju flóaríkinu. Það greinlega virkaði ekki. Það var hernaðaraðgerðin. Já, og ekki það hertaka alla Úkraínu, það bara... Jú, af því að Rússar líta þannig á og það voru áætlanirnar og það er líka tiltrú margra Rússa. Úkraína er partur af Rússland. Þetta er litla Rússland. Svo er heldur ekki ólíklegt að hugmyndin hafi nú í rauninni verið svo einmitt að þröngvæðin til samninga áður heldur en farið yrði inn. Að þarna hafi verið búið að safna liði sem hafi í rauninni ekki búist við að þyrfti að fara yfir landamærin og gerði það. Ég held að það sé nú engin svo dyggur Pútín sinni á íslensku þjóðfélagsumræðu að reyna að halda því fram að þetta hafi verið sérstaklega snjöll innrás eða gáfulega útfært. Alveg herfilega. Og síðan hefur Rússland breytt taktík. Nú er augljóslega komið sem hefur svona verið ákveðin breyting líka bara ef maður hlustar á Rússana tala, að þá er núna komin svona vissa að þeir geti bara unnið þetta, hægt og bítandi, þeir geta tekið stærra land heldur en voru til dæmis að ræða í Istanbul samningunum. Hvað er ekki lengi búin að ræða það að Úkraína sé að falla? Frá júli til október náðu þeir 1 metra á degi. Það var 1 metr á dag. Þetta er miklu erfiðara heldur en að þeir gerðu sér grein fyrir, mannfallið mun meira og þess vegna þurfa menn að ná saman að fara inn í einhverja friðarviðræður og ítrekka það. Við eigum auðvitað að styðja við það eins og hægt er, en við verðum að gera það með reist Úkraínumanna líka í huga og hagsmuni þeirra. En það þarf að ná saman samningunum, þannig ef við stillum upp ítrustukröfum Rússa og ítrustukröfum Úkraínumanna, þá munu engin samninga nást. Já, það er verkefnið. Verkefnið er að reyna að leiða þetta til lykta. Eða það sé verkefnið Evrópu að halda Bandaríkjunum inn í Evrópu með því að ná ekki samningum til þess að stríðið haldi áfram. Forystumenn Evrópu hafa lagt mikið á sig og það sýnir sagan að reyna með einhverjum hætti að horfa til lengri tíma af því það eru hagsmunir, það er endingu er það hagsmunir Evrópu eiga í góðu samstarfi við Rússa. Við verðum að horfa til þess hvernig lítur þessi álfa... En engin leiðtogi Evrópu hefur talað við Pútín, það er bara Trump sem er talað við Pútín. Herðu fyrirgeðu, Macron flög aftur og aftur til að tala við Pútín. Fyrir 2 árum, 2,5 árum. Menn hafa verið í þessum viðræðum. Skammaði fyrir það. Menn hafa verið í viðræðum að reyna að halda, af hverju? Af því að eftir 20-30 ár þarf álfanna eiga góðu samstarfi við Rússa. Og það er mikil tækifæri í samstarfi við Rússa. En Davíð, mér langaði að spyrja þig sem út frá því sem að Stefán var að lýsa á þann.
þetta vanmat NATO sem hlýtur að vera áfall fyrir NATO ef þeir ofmátu áhrif viðskiptaþvingana, ef þeir ofmátu yfirburði vestrænna vopna, ef þeir ofmátu raunverulega styrk sinn á bak við Úkraínumenn, að þá hlýtur að vera náttúrulega mjög alvarleg áfall fyrir hernaðarbandalag að taka svona ákvarðanir byggðar á röngum fóstum. Ég held að allar þessar áætlanir séu teknar upp aftur og endurskoðaðar. Ég held að það sé raunveruleikinn. Ég held að menn hefðu átt að gera betur í þessum efnahagsþvingunum af því að þetta kom í pökkum, það var að tilkynna 27. pakkan eða hvað það var. Hluti af því voru vandræði sem byggðu á því hversu háð Evrópa var orku frá Rússlandi og alls konar svona sérhagsmunir Slóvakía, sérhagsmunir frá Úkraínu, þannig að þetta flókið en ég held að menn hefðu átt að skipuleggja þetta betur, það er alveg rétt. Ok, en varðandi það að verði langlíklegast að verði bara áframhaldandi stríð. Þú nefndi Macron á hann er svona byrjað að gefa því undir fótinn að senda hermenn. Stundum heyrir maður Keir Starmer tala, það er helst kannski þeir Evrópuleiðtogar sem standa veikast á heimavelli sem eru herskáðastir í umræðum. Sérðu það fyrir þér að NATO muni dragast enn frekar inn í þessi átök með því að senda hermenn? Ég held leggja skatta vegna þess að kannski er óraunhæft að þau taki þennan gjaldeyrisvaraforða Rússlands því ef belgarnir stoppa það, að þá verður menn líklega bara að fara að leggja á Úkraínu skatta. Ég held að það sé ekki raunhæft allavega komandi mánuðum að NATO sé að fara þarna inn. Ég held að það sé ekki raunveruleikinn. Ég held að áherslan sé núna að reyna að landa friðarsamningum og margir, nú koma tillögur að friðarsamningum frá Bandaríkjunum í tengslu við Rússa og það sló marga illa því að menn sáu þetta bara sem viðskiptadíl. Það væri verið að hlaða allt og mikið undir, þetta væri bara raun og verið hugmyndir Pútins og svo framvegis. En eðli svona samninga þá hrekkur þetta tilbaka og menn fari að skoða þetta. Ég bind ákveðna vonu við að menn nái saman til friðar. Við verðum að trúa því minnst. En allt þetta sem við erum búin að tala hefur staða Íslands, öryggi Íslands, hefur því verið ógnað eða þurfum við að óttast meira en við hefum gert? Já, ég trúi því. Ég trúi því að við þurfum að verja netið. Ég trúi því og það bara sýnir sig. Við þurfum að verja fjarskiptainnviði og við þurfum að eiga í góðu samstarfi herlaust þjóð við þá sem að geta komið okkur til aðstoðar ef eitthvað gerist. Sem fyrst og Bandaríkin. Við erum að byggja núna mjög sterkt samband við Norðurlöndin til að mynda. Við eigum í mjög góðu samstarfi við Norðurlöndin. Við erum að undirrita samkomulag við Þjóðverja, við erum að undirrita samkomulag við Breta, við eigum að eiga samstarf við þá sem að hugsa eins og við og hafa sömu gildi. Þessi lönd hafa mjög litla heri, óraunast kannski að þeir komi og bjargi okkur ef við lendum í vanda. Það er bara ekki rétt. Ef þú tekur Skandinavíu, það er gríðarlega öflug eining ef að Skandinavíu stendur saman. Það er mjög öflug eining. Herstöðu skotmark sögum við náttúrulega alltaf bara í kalda stríðinu og það það að Ísland sé yfir höfuð í umræðunni í þessum málum byggist ekki á því að við eigum sjálfstætt einhverja óvinni sem að ógna okkur. Heldur það þá vegna þess hvert sé okkar hlutverk inni í einhverjum varnarviðbúnaði annara landa. Ég meina, já, ef að við yrðum, ég meina, ef að eins og ég segi, kæmi til einhvers konar árása á Ísland og það er nú ansi margt að hafa gengið áður í heiminum áðuröldinni til þess kæmi, að þá væri það vegna hernaðarviðbúnaðar sem að hér væri stattur en ekki þrátt fyrir hann. Ég held að það sé alveg ljóst og meira að segja í þessari þannig erum við ekki sammála, sko. Og meira að segja í þessari skýrslu sem að var hnoðað þarna saman í skyndi eftir að þessi ríkisstjórn var mynduð varnar hagsmuni Íslands. Meira að segja að sú skýrsla
viðurkenni það alveg að líkurnar á einhverju innrás á Íslandi að þær séu ekki fyrir hendi, enda var þar aldrei rauninni rætt sko varnarhagsmuni Íslands heldur sem þátt Íslands í einhverju varnarmódeli annara þjóða. Byggt mikið upp á öryggishagsmunum Póllands og Íslandssamtaka. Og ég meina ef við hefðum eitthvað... Þó að við séum herlaus þjóð, þá erum við ekki án varna. Þó að við séum herlaus þjóð, þá tökum við þátt og byggjum upp og við þurfum að gefa meira í. Það línan. Ég minni á það að Íslendingar komu sér saman á Alþingi Íslendinga þjóðaröryggistefnu. Sú stefna var samþykkt mótatkvæðalaust á þjóðþinginu í lýðræðislegu samfélagi Íslendinga. Og hún byggir á þáttöku við Atlantshafsbandalaginu, hún byggir á varnarsamningunum við Bandaríkin og þétt samstarf við Norðurlandaþjóðirnar. Þetta svo stefna sem gildir og ég að vona að við styðjum þá stefnu áfram. En einmitt út af því að við tökum hana. Og þinn flokkur tók nú aldeilis þátt í því. Og einmitt af því að við ræðum þjóðaröryggisstefnuna, þá það einmitt áhugavert að svo kemur nýr utanríkisráðherra og jafnvel herskári heldur en sá fyrri og þótti nú mörgum nóg og kynni til sögunar varnar- og öryggisstefnu Íslands, þannig í staðinn fyrir að vinna áfram innan þjóðaröryggisstefnunar að þá samin ný stefna til hliðar við hina sem að inniheldur mörg atriðin úr þjóðaröryggisstefnunni en sleppir áherslunni á að Ísland skuli vera virkur aðili að tala máli friðar alþjóðlega, sleppir atriðum að vinna skuli að kjarnorkuafvopnun því að það náttúrulega samrýmist ekki NATO-aðildinni því að NATO náttúrulega Þetta er sjónarmið Miðflokksins. Þetta er sjónarmið Miðflokksins. Nei, ég meina, mér finnst það mjög áhugavert að sjá að utanríkisráðherra kjósi að koma fram með nýja varnar- og öryggismála stefnu sem að ég get ekki litið á sem annað heldur en að sé hugsu til þess að færa þjóðaröryggisstefnuna sem að borgaralegri í sinni nálgun með meiri friðarhugmynd að setja hana niður í annað sætið og mér finnst við vera á... Þetta góður punktur en staðreyndin svo að þegar að menn hafa náð saman þjóðaröryggisstefnu þá þarf að samþykja með hvaða hætti munum við keyra eða framkvæma varnarstefnu. Og þess vegna Norðmenn eru með sérstaka varnarstefnu, Bretar eru með sérstaka varnarstefnu og þessar þjóðir hafa það þáttir að vera með þjóðaröryggisstefnu. En það gagnrýnivert, ég get alveg tekið undir það, það ýmislegt að gagnrýna í þessum drögum að varnarmálstefnu, en það rétt að koma fram með sérstaka stefnu á sviði varnarmála. En við getum sammála það sé þá ágætt að Alþingi marki sér stefnu, en svo hljótum við líka geta verið sammála það að þetta snýst líka lýðræði. Og mér finnst alltaf áhugavert að það nú ekki ýkja langt sem við fórum í gegnum þingkosningar í þessu landi. Og þá man ég nú ekki eftir því að þeir flokkar sem að núna eru við völd hafi verið að keyra á kröfum það að fara í rísastór hernaðar útgjöld að færa eins og óhjákvæmilega verður gert að færa mikið fjármagn frá samfélagslegum verkefnum úr velferðarkerfinu, úr skólamálunum, úr heilbrigðismálunum og ég man eftir Viðreisn að tala það að það ætti að rífa hér upp geðheilbrigðismálin, ég man eftir umræðum það að það þyrfti að styrkja hér velferðarkerfið og annað slíkt. Það var enginn að kalla eftir einhverju 1,5% í Þetta bara ekki rétt. Það voru flestir flokkar að tala að menn að taka þetta með meiri alvöru. Flestir borgarlegu flokkarnir töluðu að leggja meira til varna og sterkara framlag til varna. Þetta var eitt af svo náttúrulega mörg önnur atriði sem menn voru að leggja áherslu á. Af því þú nefnir lýðræði. Það er rétt að koma með varnarstefnu ofan á öryggismálastefnuna af hverju. Eiga embættismenn ákveða framkvæmdirnar í tengslu við varnan.
lýðræði á að ákveða, fulltrúar þjóðin á að ákveða. Þannig að sko ég bara sem lýðræðissinni segi þjóðin á að taka meira þátt í og þess vegna á þjóðin að ná saman varnar og öryggistefnu. Ég ekki sammála ykkur miðflokksmönnum þetta, ég bara ekki þar. Við erum með varnarsamning við Bandaríkin með viðauka við hann sem að fela það í sér að Bandaríkin hafa haft sjálfdæmi það hvaða umsvif þau hafa hér á landi. Það eru engir hvorki kjörnir fulltrúar eða embættismenn í utanríkisráðuneytinu sem að segja hernaðar sérfræðingum Pentagon fyrir það hvers konar viðbúnað þeir þurfi ekki hér á landi. Það bara veruleiki. Við höfum hafa skoðun á því. Þú spurður Úkraínu sem öryggismál fyrir Íslendinga. Ég hef verið að reyna að hafa umræðu við rauðaborðið vegna þess að maður þarf ekki að ýta undir þá umræðu sem vellur áfram bara og alltaf svo sama. Að segja að við höfum alltaf öðruvísi öryggishagsmuni heldur en til dæmis Eystrasaltslöndin og Pólland sem að sögulega líta austur og sjá þar mikinn andstæðing og mikla vá og ekki ætla ég að hafa vit fyrir þeim. Við erum bara ekki í þessari stöðu. Við erum á skilgreindu öryggissvæði Bandaríkjanna sem að vill reynda til að það land sem að hefur verið með hörðustu yfirlýsingar gegn NATO-ríkjum. Talað að innlima Kanada, ekki neita því að beita hervaldi til þess að ná undir sig Grænlandi. Þannig að þetta er náttúrulega miklu stórkallarlegri yfirlýsingar heldur en að Pútín leyfi sér. En við erum í þessari stöðu og það er mjög sérstök staða sem er þannig að Bandaríkin, við erum bara eins og Donbass fyrir Pútín, að við erum bara það fyrir Trump. Þannig að það að við séum að tala að við þurfum að greiða 5% af þjóðarframleiðslunni okkar til þess að Bandaríkin komi og verja okkur, við þurfum ekki að gera það. Því að Bandaríkin munu líta svo á að þeir munu verja þetta svæði ókeypis. Og við ættum frekar að rukka þá svo maður tala arónísku hugmyndir það að við þurfum að eyðileggja hér all grunnkerfi samfélagsins til þess að bera peninga. Við endanum verið það var nú bara framkvæmdastjórinn var sem sagði að 1,5% er ágætt til að byrja með og það var bara að segja en það er enginn að tala 5%. Hann sagði það var enginn að tala 1,5% fyrir árið síðan var allt í einu bara rann það í gegn þegjandi og hljóðalaust og síðan kemur framkvæmdastjórinn NATO og segir að þetta er bara ágætt hjá okkur til að byrja með. Já, en það er enginn að tala 5%, er það ekki rétt? Við höfum náttúrulega neita bæði 1,5% og hinu, því að það er engin ástæða, ekki nema að maður kaupi þessa hugmynd sem að Davíð er að bera að varnarlína Íslands sé víglínuna í Úkraínu. Þannig ef að Pútín tekur Ódessa, að þá muni lýðræðið hrynja á Vesturlöndum og þar með á Íslandi. Ég held að þessi mata og öryggishagsmunum okkar eigi enga stóð, það er Rússland hefur engan styrk til þess að valta yfir Pólland, Eystrasaltslöndin, Finnland, taka París, senda dróna yfir á London eins og stundum að heyra áköfustu stríðsæsika fólkinu. Þetta er bara einhver hugarheimur sem á sér enga stóð í raunveruleikanum. En frelsið á Íslandi og velferðin á Íslandi er þess virði að verja og það kostar og það kallar á fórnir og við eigum að gera það. En þú ert að tala gerðspillt land Rússlands og Úkraína var alveg nákvæmlega saman stað. Það var mikið spilling í Úkraínu. Og það er ennþá meira í miðju stríði og mennindir sem þú ert að tala að myndu taka töskurnar og flýja til Jerúsalem, kannski eru þau bara að því akkurat núna. Og takist mönnum það markmið að láta pressa sig með hræðslunni og óttanum í það að fara í þessar stórfelldu samfélagsbreytingar sem að myndu leiða af því ef að menn myndu virkilega standa yfir stórorðin. Ég hef reyndar alltaf tekið það fram í svona viðtölum að ég hef ekki minnstu trú á því að Evrópa muni þegar hólminn er komið fara í þessi hernaðarútgjöld blessunarlega þegar hafa áður verið með heitstrengingar en alltaf þegar hólminn er komið átt að segja á því að þar vilja menn frekar hafa heilbrigðiskerfi, hafa velferðarkerfi, hafa menntakerfi en ef að það
tækist að beina þessum resúrsum úr samfélagslegum verkefnum yfir í það að fita reikninga vopnaframleiðenda í Bandaríkjunum og ausa peningum í að kenna ungu fólki að axla byssur og sofa í kojum og marsera, þá fyrst væri komnar aðstæður sem að yrðu kjöraðstæður fyrir fasismann til þess að rísa upp í Evrópu og populismann, og það verður þá kannski þannig sem að Putin væri þá búin að ná fram sínum. Raunveruleikin sá að í Póllandi, sérstaklega ríkjum sem standa Rússlandi næst, það þegar verið að verja gríðarlega miklum fjármunum til varna. Og það einhver ástæði fyrir því, af því að menn óttast þennan nágranna í austri. Og við erum bara að segja, tryggjum friðinn, tryggjum fælingamátt, og það gerum við með samstöðunni. Það er vel rétt, við eigum ekki endilega alla sömu hagsmuni við Eystrasaltsríkin eða Bandaríkin. Þar við eigum okkur eigin sjálfstæða hagsmuni. En að endingu það líka hagsmunir okkar að vinna með Norðurlöndum og þeim ríkjum sem að hugsa eins og við. En ekki með því að leggja niður grunnkerfin sem að halda upp í gildum okkar. Sem ástæða fyrir að vera með þessu. Já, partur. Akkur ættu að gera það? Þetta er sem þeir tala svona resilience, íslensk orðið, bara styrkleika samfélagsins til að taka sigla. Já, fyrirgeðu sigla. Hluti af þessari siglu þetta öfluga velferðarkerfi, hluti af þessari siglu öflug menntakerfi, það bara hluti af því og það hluti af verkefni til að mæta verulegum áskorunum, hvort sem það eru hernaðar ógnir eða ógnir úr náttúrunni, og þannig að allt hangir þetta saman, en við þurfum að gæta að eigin friði og það gerum við með því að hvað það sem við sjáum til dæmis í Bretlandi, þar sem að menn auka framlögin til hernaðarmála, hatað og fyrirlitna starfsmannastjórn, og til hvernig stendur hún undir þessu? Jú, hún gerir það með því að skera niður framlög til þróunaraðstoðar. Og hver skildi nú heildar áhrifin til langframa vera? Hvort skildi stuðla betur að frið og öryggi okkar til langframa, að hjálpa til með hagsæld í fátækustu löndum heims? Því var trúa að það væri leiðin bara fyrir bara nokkrum árum. Já. En núna trúir þessu enginn að ráðamönnum Evrópu. Allir trúa því að eina leiðin til þess að tryggja frið bara að vopnast. Við þurfum að koma saman og tala um Afríku. Ég mikill áhugamaður um Afríku. Ég reyndar nú tala ég bara persónulega að ég trúi því að við eigum að vinna betur með Afríku. Ég trúi því að við eigum að gera það meðal annars, við eigum að reyna að forðast að skera niður í þróunarsamvinnu. Af hverju? Þegar ég var strákur voru 350 milljónir manna í Afríku. Í dag eru 1300 milljónir manna í Afríku. Það talað það að í Afríku ekki eftir mjög langa tíma verði 4 eða 5 miljardar. Og þá það ekki bara tækifæri að eiga samskipti við þennan fjölda, heldur getur það líka verið öryggisógn. Menn þurfa í áætlunum að áætla það sem líka öryggisógn. Bara flóttamanna vandi og þess að þar. Þannig ég trúi því við að vinna með Afríku og það er skammsýni að skera niður þróunarsamvinnu. Ríkisstjórn Íslands ekki að gera það og óháð flokkum. Hún ekki að hækka. Hún að kroppa í síðustu menn hafa óháð flokkum staðið saman að reyna að halda vægi þróunarsamvinnu á lofti. Já, við erum ekki að bæta í, við erum heldur að kroppa af í þessu, en síðan líka í þessu. Það sem að þessi fylgispekti, þessi tilraun evrópsku NATO-landana til þess að hanga í Bandaríkjamönnum, halda þeim innan NATO, hefur gert það að verkum að við höfum elt Bandaríkin út í hvert ævintýrið á fætur öðrum og höfum glatað fullkomlega öllum trúverðuleika gagnvart þessum löndum. Þessi lönd horfa bara á
hræsnina varðandi stuðning Evrópu við vargöldina í Ísrael og framgöngu þeirra í Gaza. Líta á Evrópu bara sem leppríki Bandaríkjanna. Já, og skiljanlega, af hverju ættu þeir að sjá okkur með öðrum augum? Hvaða ríki eru það? Suðrið, eins og kallað. Já. Ég er bara að tala það, ég meina bara stór hluti af Afríku, sérstaklega Afríku norðan Sahara og þar austan til náttúrulega, þetta eru múslimalönd sem að hafa mikla samúð með því sem að að gerast í Gaza. Ég talaði áðan vestur Sahara sem að ég hefði, í íslenskri þjóðfélagsumræðu geti ég verið að tala atburði á tunglinu, en fyrir fólk í Afríku að þá það bara raunverulegt og mikilvægt atriði og sýnir fram á tvískinnung Evrópuríkjanna. Þannig að ég held að við erum búin að Evrópa bara rækilega búin að skjóta sig í fótinn í samskiptum við fátækari lönd heims með því einmitt með bara hræsni sinni í aðgerðum síðustu misseri. Þetta bara tal. Þegar hrottar heimsins taka völdin og vaða uppi og þá alltaf haft samband við Bandaríkin eða Evrópu til að stilla til friðar. Og hvaðan kemur þróunaraðstoðin inn í Afríku? Ekki frá Bandaríkjunum lengur. Langstærsti hlutin frá Evrópu. Þannig að tala með Evrópa sé ekki að gera neitt, þeir bara ekki rétt. Eigum að gera meira? Já. Eigum að vinna betur með Afríku? Já. Og það má heldur ekki vanmeta hvað Bandaríkin hafa þó verið að gera í Afríku. Þannig að mér finnst þetta bara svona tal. Trump hefur dreigað tilbaka. Myndirðu flokka Trump með hrottum heimsins? Nei, það ger ég ekki. Nú, en það sem hann að gera á Karibahafinu. Eigum að tala Venezuela, því að það mikið talað Venezuela. Það komin einn klukkustund, sko. Við skulum bara, þú kemur aftur að tala Við þurfum að mæta hérna og tala Venezuela. 6,5 miljón manna flúin, 6,5 miljón manna flúin. Ógnarstjórn og það einhverju menn á Íslandi. Það verði þess að hrotta heimsins. Þetta bara alveg galið. Það bara menn í Bandaríkjaþingi sem að benda á að þetta ólöglegar aðgerðir þar sem að Bandaríkjaforseti verið að myrða fólk utan dóms og laga. En við erum ekki að verja Maduro. Var eitthvað að því? Nei, ég bara heyri það í þessari Sprengja. Við þurfum að taka annan þátt í það. Sem betur fyrir hinsmálin ekki kláruð, nógu til. En heyrðu, ég ætla að þakka ykkur fyrir. Davíð Stefánsson og Stefán Pálsson. Takk fyrir komuna. Gaman að koma. Takk. Og Gunnar Smári, við sitjum hérna eftir. Gerðu það. Koma aftur eftir augnablik. Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is. Jæja, krakkar. Þetta síðasti dagurinn minn. Ég ætlaði nú aldrei að fara að vinna sem leiðbeinandi. Ég hef náttúrulega aldrei lært þetta, að kenna. Ég lærði nefnilega hagfræði. Hæ, krakkar. Ég nýji kennarinn ykkar. Ég búið með 5 ára kennaranám og ég hlakka til að vera með ykkur þangað til þið útskrifist. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands. Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Ertu með fundi, fræðslu eða kynningar? Vorstjarnan býður baráttuhópum og félagasamtökum aðgang að ódýru húsnæði í 105 Reykjavík. Hafðu samband á vorstjarnan@vorstjarnan.is. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts Bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Húnavellir gistihús, gisting og tjaldstæði á góðu verði, morgunmatur og kvöldmatur, sundlaug, heitur pottur og íþróttasalur. Upplýsingar í símum 848 7012 og 861 2319. Tölvupóstur hunavellir@hunavellir.is. Gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu.
Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is. Já, þá hérna hita umræða öryggismál Íslands og Evrópu og kannski mest Atlantshafsbandalagið búin. Við vorum líka fyrir að tala fjölmiðla, atvinnustefnu og jafnréttismál og ýmislegt, góðu þáttur. Við erum búin að vera heppnir með gesti, þetta búin að vera skemmtilegar umræður og svo fyrir hildunum, við erum nú í fjölmiðli hérna, sko. Ég hef verið að hugsa þessu undan þetta dag að auðvitað þetta með fréttastofuna á Sýn kemur engum óvart. Ég er búin að vera að halda þessu fram mjög lengi. En það þetta ég hef verið svolítið að hugsa fjölmiðla og stöðuna og bara samstöðuna og hvernig hvernig maður getur brugðist við. Því að þetta er náttúrulega, við búum í þessu samfélagi og sömuleyti samstöðin svona svar við það að meira af umræðunni er að flytjast í hendunar á svona fyrirtækjum sem eru í eigu auðugs fólks. Svolítið svona meginstraumsumræðan er svolítið svona einæf og hvernig við rættum svolítið svona í COVID og svona, það verið eins og þetta verið svona samræmt afstaða. Fjölmiðlarnir voru meira að minna að reyna eins og stýra umræðinni, frekar heldur en að bara hleypa allri umræðu í gegn og kannski var það meira heldur en COVID sem að réð því og þannig að einhver leyti samstöðu náttúrulega verður til út úr einhverju svona ástandi sem er. Það verður búið eitthvað til vegna þess að það vantar eitthvað og mér finnst þetta þótt að ég hef verið haldið svo fram að þetta verið óhjákvæmilegt að þetta myndi gerast. Að þá fann ég það bara að ég fór allur einhvern veginn í gang að hugsa svona hvernig á að bregðast við því það er eiginlega ekki hægt að lifa við þetta að fréttastöð og stöð 2 lokar og þótt að þau sé að segja því fyrirtækinu að þessi stað verði eldfréttaþjónusta á bylgjunni og vísi þá vitum við alveg að svo er ekki Þetta er alltaf sagt þegar það verið að draga eitthvað saman að það verið pakkað inn eins og svo aukið þjónusta í raun. Ég hefur þótt, Snorri, að helgarvaktinnar á stöð 2 eða Sýn að þar sé bara einn fréttamaður á vakt. Stundum finnst manni það, en hann er kannski svona fyrir hluta dags og kemur einhver svona sem les fréttirnar. En það er einhver sund til að afla fréttina að sjá einhver geti lesið, er kannski bara einhver einn og þá tek ég líka upp úr svona vagninum eins og til eitthvað frá Magnúsi og Selfossi. Og viðkomandi þarf að vera með bylgjufréttirnar. Líklega, að þú veist þær ekkert svo öflugar helgar og svo þetta er bara einn fréttamaður þannig að spyrja hann getur ekki vita. Má ekki vera að því að hlusta svarið það að drífa sér næsta. Það að drífa sér annað. Þetta er hann að við erum ekki að missa öflugar fréttir helgar. Nei, svona er ég svona með hennan formála, þetta er kannski svona bara tákn eða þetta er svona dæmi að það botnin er að fara úr þessu. Mér líka komir óvart svolítið hvernig forstöðumenn fyrirtækisins tala eins og það hafi einhvern tímann verið hægt að reka þessa fréttastofu. Ég veit að Þórhallur er að halda því fram, ég bara enga trú að því það er hann ekki þarna þegar það var ákveðið að loka fréttastofunni og svo opna hann aftur og það var til þess dæmi að loka fréttunum er algjör misskilningur á því hvað fréttinnar eru. Það er sérstaklega í samhengi það sem er ókeypis fréttir allstaðar að þá getur ekki selt fréttir nema það séu þá
svona sérhæfðar fréttir með einhverjum hætti, eins og kannski viðskiptafréttir eða eitthvað. Það eru svona einhverju svona, en sem svona almenn þjónusta á meðan að Vísir og MBL að gefa þetta, að þá eiginlega engin von til þess að þú fáir áskrifundur inn að fréttum nema að sé kannski eins og Stundin tókst það þarna þegar kom einhver auðkýfingur inn og hendi þeim út af DFF, að þá söfnuðu svona áskrifundur svona til þess að verja einhver leiti svona frjálsa fréttamennsku með einhver svona hugmyndum að það geti verið farvegur fyrir svona rannsóknarblaðamennsku. Þannig að það kemur og það bara á einhverju augnablik, það svona töfra augnablik sem að veldur því að Stundin getur orðið til. En það engin dæmi það að þú bara opnir einhverja fréttastofu og farir að selja áskrift og byggir þannig upp þangað til að þú farir tekjur nóg til þess að standa til rekstri. Það bara það bara er ekki. Það er búið að koma skýrt fram í það. Já. Þannig að það er farið. Já. En ég bara tilhugsunin sko. Já, Mokkinn og RÚV og svo svona minni fjölmiðlar eins og Samstöðin sem að En svo er það kannski líka að því að því að vera að tala um að auglýsingamarkaðurinn hafi verið þannig að hann skilið eftir eitt stórt blað á hverju markaði og það er einhvern veginn þannig að maður segir stundum sko að fjölmiðlar séu svona stefnumót, að þú býrð eitthvað til og þá kemur lesandinn og svo smátt og smátt verður til hefð á þessu að þú framleiðir eitthvað efni og kannski einhverjum bara manneskja tekur upp blaðið og er að fletta í gegnum það með að borða korflex eða eitthvað mótana, þannig þetta er svona stefnumót og það verður hægt að vera með eitthvað svona fréttaflutning í tengslu við það. Morgunblaðið lifir á, ég býst við að það séu mjög gamlir áskrifendunir, þeir eru kannski með eitt þriðja áskrifendunum sem við vorum með aldamótin. Þannig það er bara að svona fjara út þá vettvangur. Og það er ekki það, og það sem að þess fréttablaðið hugmyndin var svo, var svolítið að svindla á þessu, bara búa til því að bara dreifa ókeypis. Af því það var orðið augljóst að vilji fólks til þess að kaupa fréttir við gerst áskrifundur, meðal annars út af stefnu Morgunblaðsins að vera með MBL alltaf ókeypis og Vísir ókeypis og það er náttúrulega verður að taka alvarlega ef að stjórnvöld að skoða stuðningu einkarinnar fjölmiðla og hljótar að segja við Morgunblað og Vísi, við getum ekki stutt það að þið séu að gefa fréttir og kenna Íslendingum á það að þú átt aldrei að kaupa fréttir að þú færð að hvort sem er gefins. Við getum ekki stutt ykkur í því að vera með viðskiptamódel sem raunverulega grefur undan heimildinni, okkur, öllum sem er að reyna FF7 og svona ýmsir svona sprotar sem er að reyna að byggja meira upp á áskrifundum heldur en auglýsingafé. Mér finnst að ríki ætti að segja við MBL bara seljið áskrift á MBL, byrja á því og sjá svo til hvaða aðstöðu þurfa á að halda og sama segja með Vísi. Reynda bæði þessi fyrirtæki hafa sagt að við viljum ekki ríkisstyrki. Bæði Mokkinn og reyndar eru Mokkinn alltaf með fréttir núna hvað ríkisstyrkir eru góðir fjölmiðla, víða heim. Þannig að ég veit ekki, en afstæðan hefur hingað til verið að þeir vilja það ekki. Já, þeir láta nú illa núna þegar fara úr 150 miljónum á kjaft til 125 eða ekki? Já, við vorum með 123 í fyrra, er ekki sama upp sem er núna, þannig að ég held að við höfum metið að það væri svona 15 miljónir sem þeir myndu tapa. Þess að fá minni styrk núna, með að við að því að þeir máttu, ekkert fyrirtæki máttu fá meira heldur en 25% af pottinum og þetta er svo stór fyrirtæki að þau taka bara 50% samanlagt og það held ég hafi verið í fyrra 123 miljónir. En þetta er náttúrulega bara staða sem að samfélagið er í og ef að við missum allan hennar vettvang, við erum svona hægt og bítandi að byggja upp svona okkar vettvang og þú heyri það og ég heyri það, þessu fleiri sem að kom inn í þetta stefnumót sumir eru alltaf með þetta í bílnum og aðrir horfa á þetta kvöldin og aðrir leita upp efni og svona, þannig að það er að verða til svona. Já, mér finnst að Davíð Stefánsson vitnað oft til umræðu á Samstöðinni. Já, hann sagðist hlusta mikið. Þannig að það tekur rosalega langa tíma svona byggjit upp, en til dæmis að ef að Stöð 2 bara loka sínu, við vorum að ræða í fréttunum hjá okkur á fimmtudaginn, þá var ég með yfirlit yfir áhorfi í sjónvarpi. Það var 17% áhorf á fréttir Stöð 2 sem er bara
eins og sagt helviti gott með að við svona splundraða heim. Þetta ekki þannig eins og var í gamla dag allir settust bara fjölskyldan fyrir framann kvöldfréttinnar. RÚV-fréttinnar voru með 25% eitthvað. Og það líka bara ágætt. Sumir halda að engi sig horfa á línulegar fréttir en það bara ekki rétt. Þetta náttúrulega uppsafna áorð þannig að líka fólk sem að sækir þetta með öðrum hætti. Þannig að eitthvað sem hefur 17% þjóðarinnar í salnum bara fer allt í hennu. Það, þú veist, þú býrð þetta ekki til aftur en ég kann ekki lausnina á þessu. Ég held að við þurfum að fara að hugsa okkar gang að kannski öðruvísi þegar við vorum að byrja að þreifa okkur áfram með þetta þá var fréttablaðið í gangi, þá Fréttastöð 2. Þá var kom heimildin út, ég heldur þetta í aðra hvora viku þá, og svo fór það yfir í einu sinni viku, nú var það bara einu sinni mánuði. Og svo Hringbraut. Og Hringbraut farin, það líka eftir að við byrjuðum. Og þetta náttúrulega bara allt annar veruleiki. Við kannski byrjum og ákveðum að vera bara svona út í horni. Þú veist bara lítill salur sem þetta sé bara eins og í bíó, blockbustersmyndirnar í stóra salnum og við erum bara niður í kjallara í litlum sal. Við erum í bæjarbíó meðan hinir eru í Hörpu. Já, eitthvað svoleiðis. Og svo þegar við erum að koma núna inn í andirið á bíónu, þá er bara búið að loka meira hlutina af þessum sölum og þá er spurningin við bara að vera alltaf niður í litla salnum því það er öðruvísi og þú þekkir alveg, þú veist, eins og þú tókst átt í að byggja upp Fréttablaðið og við komum svolítið frá pressunni og DFF svona sem að skilgreindi sig aðeins til hlíðar, það verður ykkur aðrir sem að sæju meginströmminu en við vorum að búa til eitthvað annað. Svo fórum við í Fréttablaðið, tókum við þann anda og breyttum honum þannig að hann væri svona meginströmsandi. Það var náttúrulega allt annar tónneldu að vera í Mogganum og RÚV, en það var samt svona, við vorum að ávarpa fólk eins og það væri, við vorum alla í salnum. Og þetta er það sem að ég hef verið að velta fyrir mig, hvort að það sé möguleiki einhvern veginn að styrkja samstöðuna með einhverjum hætti, hvort að fólk sjá eitthvað svona verðmæti í því að byggja upp það. Þetta er eini fjölmiðli sem er að vaxa raunverulega. Þú sagðir þar á Facebook að hvort að samstöðuna teki bara taka yfir fréttatíma. Ef að þið geti ekki haldið út í fréttunum, þá getum við kannski skoðað að gera það með einhverjum hætti. Því að það eru kannski sem útstöð frá okkur. Að þá kannski duga auglýsingatikketar sem koma inn ef við erum að horfa þannig á það. En ég hef nú talað við þetta fyrirtæki hvort þau viljið dreifa efni samstöðuna til sinna viðskiptavina á Vodafone, sem heitir Sýnir enda núna. En ég hef ekki náð því. Síminn hefur dreift okkar efni, en ég veit ekki af hverju Vodafone. Nei. Núna voru þeir að heimta það að Síminn borgaði sig fyrir að dreifa efninu, þannig að þeir vita alveg hvaða verðmætið er fyrir fjarskiptafyrirtæki að dreifa efni. Þannig að við erum ekki að fara fram á því að borgja okkur. En okkur fannst það bara sjálfsagt þjónusta fyrir þá sem eru að kaupa. Sérstaklega núna hefur alltaf að draga sama fréttirnar og svona, þá finnst mér að eitt sem þið getur gert er að fara að dreifa, og ég hvet þá sem er í viðskiptum við Sín í fjarskiptum að hvetja fyrirtæki til þess að þau getur horta á samstöðuna í sjónvarpi eins og þeir sem að skipta við Símann. Og ég er ekki að gera með einhverja grillur það að það sé sama aðdráttarafl af samstöðinu og enska boltanum og svona. En það er nefnilega þeir sem hafa á enska boltanum, þeir eru til að borga fyrir það, að þeir hafa rosalega mikið á því. En fréttir er alltaf vandinni það að þeir eru svo almenn, þetta er svo nauðsynlegt fyrir alla að hafa þetta, en enginn hefur, fáir telja sig hafa það mikinn hag af þessu að þeir eru til að borga fyrir það. Þetta er eins og svona mörg svona liggum við að segja svona næstu í almannagæði, að það er þetta er svo vandi í neytendamálum, að hver neytandi sem er verið að okra á kornflexinu út í Bónus, þetta er ekki stærsta mál í hans lífi, en saman höfum við kannski gríðarlega hagsmuni af því að draga úr okrinu í matvörubúðunum. Og þannig að þá er það spurningin, hvernig getur þú búið til eitthvað svona vettvang sem að þú nærð almenningi saman. Það sem þetta virkar, það er í verkalýðshreyfingunni, en þá er það skylda, þið ber skylda til að borga 1% af laununum upp í blaðamannafélag og það rekur þá þína hagsmuni saman. En þetta er ekki skylda gagnvart neytendum og enn síður
fjölmiðlanotendum. Ein aðferð sem hefur verið nefnd að búa til eins og sóknargjöldin. Þar ertu með 14 skall á mánuði, minni mig, sem að þú, ef þú gengur í þjóðkirkjuna það verða hangað, ef þú gengur í ásatrúarfélagi það verða hangað, að búa til eitthvað svona sjóð sem almenningur getur þá ráðstafað, sem þá aðhald eins og til dæmis til þess að Ólafs Skúlason málin gengu yfir þjóðkirkjuna á 10. áratugnum, þá bara fór fólk í flokkum frá þjóðkirkjunni, þannig að það geti verið á svona eitthvað sem að væri almenningsaðhald. Það ekki gott að keyra þetta allt saman á auglýsingum, þannig að þeir sem að bara halda til þess að viðskiptablaðinu gangandi, sem eru ykkur með 7 leiðara til þess að tala niður þá sem að tala fyrir almannahagsmunum gegn sérhagsmunum. Það eru bara fyrirtækin henda þar inn auglýsingu til þess að halda því gangandi. Stórútgerðin borgar 1 milljón á dag með Morgunblaðinu. En eitt sem við höfum verið að þau eru rætt sín, og ég tók þátt í því að taka þessa fjölmiðla og setja á inn í skráð fyrirtæki á markaði, og ég trúði á þeim tíma að það væri svona skjól í því, það var í samþyktu þess fyrirtækis að það væri ritstjórnarlegt frelsi, að stjórn fyrirtækisins gæti ekki sagt ritstjórum einstakra miðla fyrir verkum, og þetta var svona kannski barnaleg draumsýn að það væri hægt að bjarga fjölmiðlunum inn í eitthvað svona almennt umhverfi, þannig að það væri ekki svona einn ríkur karl sem að væri að stjórna þessu. En núna komið í ljós náttúrulega að vegna rekstrar erfiðleika fjölmiðlana, og það eru fleiri heldur en stjórnendur sínar að reyna að leita einhverjum leiðum til þess að finna leið til þess að reka fjölmiðla, við erum að því, að þá ekki hægt að hafa fjölmiðlana inn í skráðu félagi, af því að inn í hlutabréfa Kauphöllinni krafa bara 14% arðsemi eigin fjár sem að fjölmiðlar geta aldrei, það geta varla staðum til sjálfum sér, hvað þá að skaffa eigundunum einhverja arðgreiðslur. Þannig að ég held að annarkvort lokaðu þessu með einhverjum hætti, eða eins og búið að vera svona rætt svolítið að Moggin kaupi þetta, Moggin kaupi Bylgjuna og Vísi, það voru bara einn netmiðl, og svo verður þið sett takmarkanir á því að RÚV megi hafa netmiðla. Nei, ég veit það ekki. Nei, ekki ég. Þannig að ég held að við sem blaðamenn og við sem höfum verið að svona kannski í gegnum tíðina verið að berjast fyrir því að halda upp í einhverju svona almennri fjölmiðlum. Við held ég að verum að hugsa þetta svolítið alvarlega, sko. Ég held að segja, það ekki nóg að vera bara fyrir utan að loga og segja að verði bara að styrkja einhverjana fjölmiðla, sko. Við höfum ekki að kröfu að það verði svona ritlög, eða svipað og rithöfundalaunin og listamannalaunin, að blaðamenn geti sótt það, þannig að blaðamenn séu þá svona svolítið frjálsir, þú bara færð 9 mánuði til að vinna úttektum sjávarútvegs, búið til sjávarútvegsfréttir, og svo getur þú selta í 200 mílur á mokkanum eða hingað eða inn í heimildina, og svo náttúrulega styðja ritstjórnir sérstaklega, og ég held að við verðum bara að finna mjög fjölbreytilega leiðir til þess að tryggja það verði fjölmiðlun, og eins og Sigga tók benti á, þetta líka spurning íslenskuna. Það ef það bara Moggin og RÚV eftir, hvert verður þá að leita? Ég meira að minna að lesa erlenda fréttir, af því að það bara til þess að fréttir að utan, það engin íslensku fjölmiðl sem að afgreiða þær. Nema samstöðin? Nei, og það líka, þá erum við kannski með svona svolítið öðruvísi fréttir, eins og Davíð var að benda á að það sumt sagt hér sem ekki sagt á RÚV, en það vegna þess að RÚV með þetta, og þá reynum við að koma með þessi sjónarmið til mótvægis, og þetta svolítið munur á því hvort að þú teljið þig vera að hluta meginströmmnum, eða hvort þú ert að reyna að búa til eitthvað sem að aðrir skaffa ekki. En ef að Stöð 2 fellur eftir að Fréttablaðið, hvað ekki bara 2 ár síðan það féll? Þetta náttúrulega rosalega hratt sem það gerist. Þú ert bara að horfa á svona byggingu bara að rinja fyrir augunum. Það þannig. Herðu, en nú ætlum við að fara að hætta þessu. Já, herðu, við þurfum að fara að hugsa hvort að samstöðin eigi sér einhverja framtíð. Það náttúrulega hefur aldrei hún hefur aldrei verið í hendi. Þetta hefur náttúrulega verið byggt upp úr af vanefndum og byggt upp á svona hálfgerði hugsjón
fólki sem hér vinnur alltaf á strípuðum taksta og margir sem að leggja hér til efni bara næstuði ókipis og þannig hefur samstöðin verið byggð upp af hálfgerðu hugsjón. En kannski ef ástandið eins og það þá þurfum við kannski að skoða það hvort við getum farið lengra en samstöðin það sem hún vegna þess að stór hluti áhorfenda og áheyrenda hafa gerst áskrifendur og orðið bakhjarlar samstöðurinnar. Ég veit að það eru margir að núti sem hafa fyrir löngu ákveðið að það rétt að gera en ekki látið vera af því, þannig erum við oft, við ætlum að hætta að reykja en við hættum ekki að reykja í dag og við ætlum í ræktina en eru kannski alltaf á leiðina ánga en gerum það ekki. Sumir ætla eru löngu búin að ákveða að styrkja samstöðuna en hafa ekki látið verða það í ennþá. Ég hvet ykkur til þess að fara inn á samstöðum.is, það nappur smástundar áskrift. Það getið skráð ykkur fyrir grunnáskriftinni sem 2.750 krónur á mánuði. Þið megi borga meirið þið viljið og þið sem að kjósið getið látið áskriftina renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið og það samstöðin líka tilraunaverkefni að því leyti að hugmyndin sú að þetta sé fjölmiðl og umræðuvettvangur sem í eigu áhorfenda og áheyrenda, þannig það Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðina. En við þakkum gestunum okkar kærlega fyrir, þakki Laufey Líndal fyrir að taka upp og senda út ykkur fyrir að hlusta og breyta efninu okkar í fjölmiðlun, spjallin okkar. Við verðum hérna á morgun klukkan 8, þá var það sagði fréttir á samstöðinni.